Gleðileg jól. Gleðilegan desember. Oh my god. It's finally time. Finnst þér ekki gott að heyra að jólatepastefið er komið? Þetta eiginlega ég bara, þú veist, ég elska original, en þetta gefur mér svona hlýju hjartað. Já, þetta lætur mér svona jólir komin. Favorite time. Já, það er búið að setja upp í jólatrið. Jólatrið okkar er komið. Það er fyllt að setja gestum með okkur. Við erum að safna. Við erum að safna skrauti. Talandi skraut. Já. Birta, ég er með sem að pakka fyrir sem átt að opna núna. Í alvörunni? Já. What? Við fengum þetta aldrei sent daginn og ég er búin að sjá þetta. Veitu það? Já, við fengum sem að þakkargjöf fyrir falleg orð. Frá hverjum? Frá Purkus. Nei. Jú. Er það grínast? Nei, sjáðu hvað að senda okkur. Nei, hættu. Þetta er svo fyndið. Okay, Botox, this is the best thing. Wow. Botox jólakúla. Og paten. Já. Sko, við erum búin að leiðinni í Purkus svo lengi Ángríns. Er það kannski fókar um $1? Já. Purkus. Já, ég veslaði hana á einhverjum á þessum dögum og ég fekk þetta með og það stóð kort, takk fyrir falleg orð í tepóðinu. En ég var að koma með þetta í tepóðinu, þetta er sætt. Hvað er það sætt? Já. Ég skal taka hinn, rétt með hinn. Þessu fyndið þetta vorum að tala um þetta er geggja. Botox jólakúla. Já. Ef einhver staðar á heima er að hérna í tepóðinu. Já. Allir bara Hollywood, allir frosnir, sko. Já, alveg frosnir, sko. Elskum það. Oh my god, vá hvað þetta er geðveikt. Takk. Skemmtilegt að bæta við. Það er svo gaman. Já, af því það er smá nakið. Vissulega, tréð okkar. Það er það, en við erum að safna. Já. Og það er það fallega við þetta, maður á að safna. Ég var að reyna að vera með nýja kúlu og hvert eins þætti. Já. Það er ekki skemmtilega. Hey, bætum í pressuna. Já, það er alltaf gaman. Og veist það, ég elska að gera það. Æja, þú ert með eitthvað nýja leið til að setja svona yfir og... Já. Þetta er geðveikt, takk fyrir. Hvað er þetta fallegt? Ég líka elska patel, elska Botox, þetta er frábært. Ágríns. This is all my favorite things. Já. Harry Styles og Barbie og Ísun Margarita. og slaufur og cherries og ég veit ekki hvað og hvað. Pink Prosecco. Og little teddy bear hérna. Þetta er ógeðslega sætt. Já, það er geggja. I love this. So much fun. Já, desember er komin. Sem þið eru núna á maður að vera að opna til þessi dagatöl sem maður er á. Dagatölum góðu. Það má ekki gleyma þínu blað, sko. Elska dagatöl. Elska. Og fyrsta dagatali sem við töluðum í ár var náttúrulega blöst dagatali. Það var náttúrulega on time, sko. Það var on time og þú veist, úpsist nýri, við veist hérna? Wow, fyrir eitthvað sem að horfa var ég enda með það, sko, hjá mér. It's gorgeous. Gorgeous, en núna má opna. Núna er komin desember. Eigum ekki að opna þess? Ég held það. Nú má opna, ég gef leyfi. Ég gef leyfi. Það er ennþá til einhver, Já. allan að samkvæmt heimasínu þeirra, er ennþá að kaupa sér nokkur. Já. Það er ekki seint, sko. Af því það er líka alveg gaman að glögga í nokkra í einu, sko. Þess að við erum bara ekki nokkra. Þetta er óopnað. Já, flott. Já. Þú vorum búin að opna eitt, já. Þetta er hitt. Við erum að taka þetta með heim. Já, við tökum þetta með heim núna. Hvað? Eða bara verið fyrir okkur tvær. Ganski. Ganski vel. Hver veit, nema. Ok, sko. Við þurfum að, í dag er hvað? 4. desember? Það er 4. Miðvikudaginn 4. desember. Ég opna fyrir daginn í dag, eða? Já. Já, það er fann. Opnum fyrir daginn í dag. Miðvikudaginn 4. desember. Hann er lítill, hana. Hvar er hann? Hann er lína 22. Já, hann hérna. Hvað er nummer 1? Hvað er nummer... Jú, oh my god, má ég opna 1? Hann er svo stór. Þú mátt opna 1. Ok, Byrjum þá því. það er ekkert spoil af því að fólk ætti að vera búin að kaupa sér. Við erum búin að opna þessa kassa. Já, en þú veist, kannski er þetta svona, ok, ég fæ mér það. Já. Skilur fyrir suma. Ok, er byrju. nummer 1? Það stendur alltaf. Celeste Mini Wand. Ok, dónalegt. Það er eitthvað svona... Hvað er þetta? Þetta er svona lítill, svona sproti. Akkur hugsa ég svipa. Það er þetta hlæðslisnúra, Birta mín. Skal ekki fara að berja mann og annan með þessu. Það var ekki gott. Nei, en þetta er bara manns að geta stóru sprotunum sem er oft bara mánaðarins. Jú, sem er oft nutt líka. Þetta er mini tiny. one. You can take this to travel. Vá, þau byrja sterkt með fyrsta. Þetta. Þú þarft að byrja mánuðið vel. Herðu, ég er hérna með Amber Intense Orgasm Gel. Massage the orgasm gel onto the clitoris. Ég elska þetta orð, clitoris. Clitoris. Herðu. Sorry. Ok. Þetta er Intense Orgasm Gel for her. Damn. Fyrir hana. Já, fyrir hana. Ok, that's nice. Hérna er... Hvað er þú að opna? Ég opna nummer 2, sorry. Ok. 2.
Lubricant water-based. Ok, þetta er sniðið, sjö. Þú komið með the wand. Já, af því það komið má með ekki lubricant. Þú komið með orgasm gel. Og hvað er númer 3? Kai Cockring. Hvað er það? Cockring. Við ætlum hvað cockring að segja sjálft. Þetta er tippa. Og það titrar. Er þetta stærðið með það? Nei. Þessi tegjanlegur. Það sýnist það. Já. Nei. Bara svona fyrir alla. Ok. En já, geðveikt. Ok, þannig að við erum með strax fyrstu 4 dagarnir, þá ertu komið með Þetta er mjög gaman. fyrir þig og Gunna. Einmitt, eitthvað fyrir alla. Já, þannig að þið getur leikið eitthvað saman. Konur að kalla. Já. Geðveikt. Elsku það. Við meðum ekki opna fleiri. Nei, það er bara 4. í dag. Þannig að, en þið verða að næla ykkur í svo þið geta opnað með okkur. Já, þetta var fun, mér langar meira. Mér Ég var er bara svona gaman. æst. Nú leið mér bara eins og var jólin. Mér var svo dugleg á morgun og opnaði súkkulaði dagatalið sitt og hún tók bara einn. Var það svona original? Já, maður er eiga þannig líka. Það er besta súkkulaði í heiminum. Maður verður að eiga svoleið, sko. Það er besta súkkulaði í heiminum. Ég man því á lítlar alltaf sparaði í marga daga. Opnaði svo, áttu mikið, settaði henni í örbulgjónin og bretti það og dýði svo jarðabærum úti. Ég man þú sagðir okkur MC Gauta frá þessu. Aha, bara daginn? Nei, í fyrra. Ég jóla þættinum í fyrra. Þetta er geðið. Þú vorum að tala um hvað þetta væri hólsum að geta sparað og... Já, og ég var ekki þá með annað dagatali sem mörgir börn í dag, sko. Já, þetta var eina dagatali. Nei, einmitt. Emblaði með þetta og svo svona badna Baileys Harding frá Netto. Já, það er geggjað. Já, sem er svona sápur og eitthvað svona... Er hún ekki ánægð með það? Jú, mjög ánægð með það. Hvað fekk mér í morgun í því? Ég man ekki hvort það var showergel eða svona showersápa eða bodylotion. Ég man ekki hvort það var að því að hún var að sína með bæði. Því við vorum úti. Já. Ég misti af hinum opnunum. Ég man það ekki. En talandi dagatöl frá Netto, þá er náttúrulega Netto með app-dagatali sitt í gangi. Já. Það er svo ógeðslega skemmtileg koncept. Þú veist, þá er þetta bara jóla-app-dagatalið, bara samkaupsappið og það er tilboð á hverjum degi. En við getum séð fram í tíman. Þú veist, þið kíkir bara á Instagram og Netto og sjáu hvað er fara að vera, þú veist, 7., 7., 24., þú veist, þið getið séð það fram í tíman. Já. En það er samt sniðugt, þá getur líka beðið, skilurðu. Einmitt. Þú veist, eins og í dag, miðvikudaginn, 4. desember, þá er 40% af Baileys og Harding vörum. Nei. Jú, og til dæmis við höfum fengið alls konar frá þeim, þú veist, bara showergel, sturtur, sápur, ógeðslega sniðugt. Já, geggjað gjöf. Fengum hann að sokkana, manstu. Já, þannig að tásusokkana, maskina hann. Og svo morgun til dæmis, ógeðslega sniðugt, það er 50% af öllum leikföngum. Vá. Það er You better go mikið. shopping. Já, ég vona að jólasveitin fara að shoppa. Já, jólasveinn þarf. Hann þarf. Á 50%, mér finnst það svo galið. Jólasveinn þarf að spara, sko. Já, líka ef að jólasveitin þarf að setja í mjög marga skó. Þá er það mjög sniðugt. Einmitt. Eða ef að þú átt frænkur og frændur og þú þarfst að kaupa leikföng. Þegar þau eru bara með öll sömu leikföng og alla leikföngverslunni, sko, þau eru með allt annað. Já. Ég ætla að veit hvað ég er að gera á morgun. Já. Og 50% afsluti. Einmitt. Ég er að kaupa með leikföng. Já, ég ætla líka. Er það ekki? Kaupa með leikföng, já. Það er þetta fárlega snið, sko. En já, svo það er þetta, þú veist, við erum með svona, það er þú veist, app-afsláttur á hverju minnsta degi. Þú veist, eins og 17. Ég veit, spóla smá fram með mig. Þetta er aldrei mikið, Birta. Ég En veit ég er samt spennt, ok, segja mér. 40% af spilum. Nei. Spilum. Ég er að fara þá, ég seti dagatalið mitt. Já. Þú fær alltaf tilkynningu Já, í en samkaupsappinu. bara just in case, þá man ég bara að plana ekki þennan dag og ég ætla að kaupa all spilin. Þetta er spilur sko einn besta jólagjöf sem að fær. Besta jólagjöfin. Þannig að 40%, þetta er svo galið. Þannig að, og sína, eitthvað fyrir bensaðin og 12, 40% af nautalundum. What? Bara on it. Já. Ekki segja allir frá þessu. Nei, ok. Takkar allir góða nautalundina. Nei, mitt. Ekki segja neina með öðrum, bara þið. Þetta er bara þið með að vita þetta. Þetta er Just so you guys know. Já, þannig að við mælum með að kíkja. En það er náttúrulega fyrsti desember þáttur í opnri dagskrá. Við erum náttúrulega búin að gera smá í áskriftinni. Já, nýtt koncept. Nýtt koncept, Besties. jólabesties. Þannig að við ætlum að fá fullt af gestum í áskriftina í desember og tala um jól. Já, Og jólahefðir, bara alls konar jól. og svo bara, þú veist, eins og þessi þáttur með Þóri, hann fór bara í eitthvað allt annað líka. Húpa. Já, algjörlega húpa. út um allt, sko. Og við bara, þannig að það verður skemmtilega busy hérna í desember, tilbúðinu. Já,
og svo gaman nefnilega að ræða við aðra og svona heyra uppáhaldshefðir, þetta svo skemmtilegt, þetta er allt skemmtilegt topic. Þannig að beware of bara mörgum, löngum og góðum þáttum í desember. Þannig að meðan þið eru að jólasjoppa og hafa notalegt baka smákökur, þá getur við verið bara með okkur í eyrunum. Já, einmitt, hvað svo fallegt. Og svo bara hlustið aftur og aftur á okkur. Já, þið getur bara skálað í gott Coca-Cola og meðan. Eitt ískalt kókigleri. Já. Og getur pakkað inn í Smáralindinni. Einmitt, við sáum það. Já. Hversu geggjað. Með Coca-Cola pappír. Já. Við þurfum að gera það næsta pakka. Já, oh my god. Nei, líka sko, ég elbast því að Coca-Cola, við rætt þetta áður, vera í hverjum þætti fram á jólum núna, að Coca-Cola í jólasveitin er bara jólin, skilur. Já, fakts. Þannig að sko, Coca-Cola pappirinn er ekkert eðalega fallegur. Hann er gorgeous. Og þetta er svona smá eins og sé vintage sem ég elska. Það er líka svo gaman að pakka inn í svona pökkun á stationi. Það er svo satisfying að rjúm. Svo er alltaf til nóg límband, skærin og þetta verður alltaf svona perfect. Já, þetta er hérna bara eiginlega fyrir fram á Gene Trigup. Já. Við sáum það í Smáralind, þannig að go check it out, guys. Go check it out. Go check it out. Talandi það, við erum hérna með fyrstu pakkana. Fyrstu pakkana, já. Eins og þið vitið, þá erum við með hefð. Já, og höfum gert síðastliðin 4 ár. Þetta er 4. árið okkar núna. Nei, 5. Já, þetta er 5. jólin sem við gerum þetta. Byrju, ok. 2020, 2001, 2002, 2003. Jú, þetta er 5. Þetta er 5. Já. Þannig að hérna er fyrsti pakkið þinn. Takk fyrir, hann er heavy. Má ekki Kristján? Jú. Ok, varstu eitthvað svona. Það er smá heavy í þessu. Það er þingsl í þessu. Já, smá þingsl. Okay. Ekkert verið dundrann í rúlistega eða eitthvað, en þú veist, nei, ok. Noted. Hérna, ég skal ekki dundrann í rúlistega. Á óleita konu. Ógislega nýsj, já. Hófi vingurum mín, þú dundraðir ferðardösku niður rúlistega á óleita konu í París. Takk. Hún gerði það viljað. I'm tired of this bitch. Nei, en hvað er spennt. Ég veit allan að þetta er í kassa. Já, þú náttúrulega horfðir á mig pakkið inn. Pakkisinn. En ég vissi, þú áttir hennar kassa líka á, en ég setti kassa. Þú kendi mig það að það þarf að setja kassa. Þannig að... Ekkert alltaf. Að því ég gíska alltaf, þannig að þú máttu heldur að ég bara taka utan eitthvað, bara gískast. Já. En ég seti ekki alltaf í kassa. Eins og núna. Er þetta ekki kassa? Þetta er kassan sem þetta kom í bara. Þetta er svona jólaskraut. Ekki hendur svona í rúlistega. Nei, er þetta brótætt? Bara ekki hendur svona í rúlistega. Myndi það ekki lifa á rúlistegan? Ég veit það ekki. Þá er þetta smá brótætt. Ef þið tekki mig þá þarf ég að þreyfa. Þú þarf að gíska, sko. Það er alltaf að gíska. Já, og fyrir ykkur sem eru nýr hlustendur, þá munum við sem gefa út þátt 24. desember. Já. Every year, þar sem við opnum þessu pakka. Þannig að við fáum ekkert að vita hvað er í þeim núna. Nei, við opnum ekki fyrir undir jólatrénu. 24. desember. Já. Sko. Já. Í ár er ég bara að velja hluti sem ég veit að þér finnst bara, veist að því að þetta er ekki svona, að þú ert ekki með heilan lista, þú svo til ekki með netlista. Ég er ekki með netlista, einast. Nei, veist, núna er ég bara svona að finna hluti sem að ég veit að þér finnst fallegir, að ég held að þér myndi langi. Þannig að þetta er eitthvað heimilis. Kannski ekki. Þú náttúrulega fórst einu sinni, keyptir í París. Nei. Okay. Gerðu þú það? Þú veist ekki segja. Ok, ég veit ekki. Ég held sko eitthvað svona jólaskraut, honestly. Ok. Spennandi. Hvað er þú gíska? Já. Þú gíska líka. Einmitt, þetta er svo erfitt að því þetta er í sér kassa. Já. Það er þetta örgulega auðvitað heldur þetta. Við meðum gera ólengi að þessu, sko. Ég held að segja make-up í stórum kassa. Ok. That's what I think. Kannski er þetta K18 jólabakinn. Og reyndar hellugjöf, ég var ekkert eðlilega til í K18 jólabakinn. Já, það var næs, sko. Það er ógeðslega góð gjöf. Já. Og líka því þú getur pakka honum inn í kassanum. Þú þarfst ekki vera með auka kassa. Ég veit. Hann er fullkominn kassa til pakkin. Hann er í fullkominn kassa, já, 100%. En hérna, það er þetta náttúrulega næla sér í K18 pakkan. Og meira til, en á reykjavík.is.
Eitt sem ég sá er ekki að vera komið með sem ég ógeðslega spennt fyrir K18 dræsjampúið. Ég veit að ég sá þetta. Ég var bara eitthvað Air wash, já. I need to try it out. Ég að prófa á morgun. Með þeim. Já, þannig I will let you know next time I see you. Please do. Ok, spennt að heyra. Já. Spennt að heyra hvernig. Mjög spennt. Já. Þetta vara sem ég er búin að bíða þetta mjög lengi. Taktu með heim fyrir mig. I might. You might. Já. Ég var svona til að fá þig. Já. Bara kemst ekki. Já. En það verður rosa gaman að fá að vita. Þegar Reykjavík Warehouse býður líka náttúrulega upp á að greiða með netgíró og jólareikningnum. Þannig að hafi það í huga. Já. Að when shopping. Já, when shopping. Að það hægt að henda svo á jólareikning í þökk sé netgíró. True. Inn á bara flestum góðum síðum. Já. Til dæmis líka Netto, út allt. Einmitt. Þannig, you guys know about that. En eins og vorum að segja, við vorum að koma frá París. Já. Við erum komin frá París og já. Við þurfum að taka ferðasögu bara aðeins síðar. Að við erum, eins og þið sjáu að nafna á þessum þætti, við erum með góða gesti í dag. Já. Það verður bara setna, hitt París að tjatti. Ferðasagan kemur setna, já. Það verður bara að vera svo les. Já. Því að þetta það mikið skemmtilegt sem að gerist París sem að geta talað sko. Já, og jólalegt og svona sem við getum rætt og jólamenningin og svona sko. Já. Það alveg nóg til að tala um, en við náttúrulega tókum Happy Hydrate með okkur út. Já, mikilvægt. Mjög mikilvægt. Bjargar yfirleitt alltaf lífinu mínu í útlöndum sérstaklega, en núna bara í desember, ég held sem mjög mikil staðalbúnaður. Maður borður svo mikið að svona söldu dæmi og eitthvað svona maður þarf einhvern veginn bara svona eitthvað healthy já, sammála. Veistu hvað verið gott kombo núna? Hvað? Að fá sér Happy Hydrate, bara ískalt klaka og Serrano. Er jólabrúðurinn komin? Herru, hann bara, ég held að hann sé bara að dætti niður þessari viku. Hann leiðandi byggða. Við erum svo spenntar fyrir honum, það ekkert eðlilega gaman. Elskum svona seasonal eitthvað að matseli. Já, þú veist líka hvað kemur þessi jólabrúðurinn. Veganúar. Ég veit. Það uppáhaldið mitt. Ég veit það. Þannig að bara svona, þú veist, jólabrúðurinn við möttum að smakka, hann örugglega frábær. Við smakkaðum hann fyrir það? Já, hann fyrir var mega næs. Já. En leið og hann þú veist, komin þá maður svona, ok, þá styttist í okkar veganúar. All time fave veganúar. En samt hins vegar, þið verður líka að smakka jólabrúðurinn. Já, maður á alltaf að smakka eitthvað svona seasonal menu dæmi, sko. Já. Svo við vorum alveg í flugi að panta allt seasonal dæmið á matselnum. Okay. Bara því að heitir eitthvað holiday þá til það. Elskar Iceland, bara holiday menu, og 2 hluti við bara, we're gonna have that. Já, flatskaka. Call it a holiday. En klálega við elskum þannig að það er svo gaman að bara breyta til og maður mitt að þú veist, vill borða svona sem í holtin á milli, þannig að Happy Hydrate, Serrano, það geggjur blanda. Ég veit, best. Gott jólin. Já, ég er að fara, ég með klakavatn hérna á kantinum, ég ætla að dundra í það Happy Hydrate eftir. Já, mitt líka búið, en ég ætla að stila skrifstónum frá mig heim. Já, best, klukkanum þá. Nei, happy. Já, við þurfum að fá refill. Já, við þurfum að fá refill. Happy Hydrate, við þurfum að hlusta. Já, we need a refill. Já, it's going down pretty fast over here, sko. Já, þetta er gerðsemi núna. Já, eiginlega. Þurfum bara skottast til þeirra og ná okkur meira. Já, ég hugsa það. En líka, jóla eftiréttir. Besties, þið eru núna bara, það fer að líðandi lok á Netto besties-leiknum okkar sem bara keyptið besties vöru. Og taktu þátt, bara kvitturinn á símanúmerana og í kassan, við kassan. Og já, og þú veist bara þetta geggjað í matabóði núna með sósunni eða dífinu okkar góðu. Og líka hverjum langar ekki að vinna, bara hellan, ferðavinning, þú veist, þetta sko ferðavinningu fyrir 100 skall í samkaup appinu, bara geðvikt, og við erum bara að draga út úr öllum verslunum. Já. Þú veist, við fáum kassur úr öllum verslunum landsins. Þú veist, þannig að það er allir sem geta tekið þátt. Já, allir, saman hvað þú byrð og því ofta sem þið tekið þátt, því líklara, ef þú pælir þið þannig. Já, það er enda true. Já, þannig að þú ert að kaupa 2 ísa, svo það sé hvað kvitturinn á. Einmitt, gerðu 2 væslur. Fokkið sniður. Það breytir engu fyrir nema þig. Jó, okkur eru ekki pælt í því. Já, það bara, myndum að kaupa bara, ef þú eru að kaupa eitthvað dífinu og ísinn. 2 fæslur. Right? 2 kvítanir. Já, ég myndi gera það. Snitt. Alltaf klók. Já, haxing our own game. Já. Iconic. En já, en við mælum með að þið takið þátt áður en líður undir lok. Talað ís. Ice guys. Ice guys. Já. Við erum með góða gesti í dag. Þetta er
þetta er góði gestur. Já. Þetta er skemmtilegt, sko. Þetta er alveg iconic, sko. Við fengum, meðli með Ice Guys, ekki alla, við hefum bara ekki komið allir fyrir. Já, við hefum takaði bara svona fórsetaframbjóðstæmi, sko. Í raun og fyrir. Bara fá einn og einn, það er þetta verið hellað. Eða bara stærra stúdíó. Eða stærra stúdíó. Já. En samt góð hugmynd. Taka svo einn og fá svona 10 hvern og einn. Kannski bara tökum við restina. Might happen. Tökum við kannski bara restina. Hver veit? En þeir eru allavega mjög skemmtilegir, þeir tveir sem að mætti í dag, og það var Rúrik Gísla og Aaron Jan. Nú segir líka Aaron. Nei, Aaron, já, við ætlum ekki að gera þetta mikið lengra þetta intro. Nei. Af því það býður ykkur mjög skemmtilega þáttir. Algjör. Þannig að njótið vel. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Svo, þetta eru fyrstu jólagestirnir í opnum þætti. Já, velkomni. Takk fyrir, eru við fyrstu? Já, þeir eru fyrstu í opnum þætti. Gaman. Já, þannig að eru þið jólaböld, strákar? Já, mikið. Ég er alltaf, mjög mikið jólastrákur. Strákar. Ég var það eiginlega meira eftir að ég og Erna byrjum saman. Hún er jólastelpa, sko. Hún komur á vagnin, sko. Varstu alveg bara grind, jólastemming, svona alltaf emnið, skilja. Þú veist, jólinn er alltaf næs, en þú veist, bara vakna við pipaköku, eitthvað svona bakstur og eitthvað svona rugl, skilja. Ertu að baka? Já. Erna er að baka, sko. En ertu að vakna og fáið pipaköku? Nei, en þú veist, lyktin, stemmingin, ég er reynda með eina sögu. Við vorum í tökum á Ice Guys seríu 2 og Erna kom með viktaðan mat og þar af voru sko 2 viktaðar pipakökur fyrir hann. Þetta er þetta mjög krúttlegt. Hann mátti það, sko. Wifi, já. Þannig að það passa upp og fáið þinn skamt, sko. Já, þetta. Já, ok, það er gott. En þetta er Rúrik og Aron. Nú þurfi ég ekki að segja nafnið, þú var að segja hann hvernig það byrja Aaron Jan. Já. En Kahn er samt allt í góðu. Já, það er ekki bara. Það var flott, sko. Þegar Aron mætti hérna á vorum við að segja við viljum ekki að fara yfir eitthvað svona ferilinn eða hafa þetta eitthvað krútlegt. Við erum here to spill the tea. Já. Og það ekki, þeir eru mættir í tebúi. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Takk hérlega fyrir. Og til hamingju með þetta. Já, grínlust, þetta er sjúklega flott. Ég ætla bara að halda mæknum svona. Skikar ís hérna sem er gæð. Já, best ís. Það er enda skrítið að Ice Guys sé ekki með ís, en tebúi sem er best ís. Já, það er greinlega eitthvað sem við þurfum að skoða það. Já, það hljómar eins og gæti verið ís allavega. Það gæti verið ís for Ice Guys. Hljómar eins og það sé mögulega eitthvað í pípunum. Já, það. Ég veit ekki. Nei, hver veit. Gæti gæst. Líka alveg með markhópin í það. Já. Sem borður ís. Það er ekki allir bara íslendingar markhópurinn fyrir ís. Jú, reyndar, já. Er ekki bara þjóðaréttur Íslendinga það er ís. Já, það fælið því. Það er alveg spes. Já. Það er bara því við erum svo vön snjó og eitthvað. Já, bara öllum veðrum og allt. Við byrjum ung, bara borða snjóin. Svo færist þetta bara. En já, takk fyrir það. Við erum mjög þetta er komið í jólabúning tebúið, við erum með jólatré, þið með velja ykkur uppáhaldskúlu. Já. Þið með ekki taka hana, þið með bara segja hvað. Já, bara hver er uppáhalds? Hvað finnst þér, Rúrik? Smá nakið eitthvað. Margarita hérna. Já, hún er góð. Hún er góð, sko. Ég endar ekki mikil tequila. Ekki? Tequila kall, já. En margarita kall, samt. Nei, er ekki tequila í margarita? Jú. Ég tek alltaf bíð hérna. Já, Barbie. Hver er þetta í miðjunni? Ekki fyrir framsóknarflokkin en fyrir Barbie. Já, hver er þetta einhver? Sjáu þið ekki? Já, sjáu ekki fyrir þér. Veitu, er þetta Harry Styles? Já. Nice. Þetta er Harry. Já, I like this. Við erum að hafa okkar besta manna. Við létum gera þetta. Ég ætlaði að fara að segja Freddie Mercury. Svo næsti. Svona næsti. Já, ekki? Jú. Það er gott. Eru þið búin að skreyta heima? Nei. Ég er ekki, við erum ekki alveg. Það er að byrja, við fórum að kaupa í gær. Ok, nice. Svona seríur og... Gekka. Svo venjulega skreyti ég í bara nóvember en ég hef bara ekki haft eina mínútu. Þannig ég er bara búin að búa í ferðatösku síðan í mars. Þannig að ég bara er ekki búin að skreita ennþá, en það mun koma bráðum. Þú er búin að vera á flakki. Þú er búin að vera flakki, sko. Sko, við tökum dansæðingu og svo eftir föstudagsæðinguna kemur helgi, þá er Rúrik farinn eitthvað, mættur aftur á mánudaginn að dansæðingu. Þannig að það er alveg keisla. Farinn eitthvað út þá? Já. Ég fór út helgina. Hvar varstu? Ég var í Köln. Já.
taka upp svona laugardags skemmtið þátt einhvern. Ok, svona eitthvað viðtals þátt eða eitthvað þannig? Já, svona, þetta var skemmtilegt, þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var svona skemmtið þáttur að svona 12 einstaklingar úr senunni mæta og gera alls konar þrautir og keppa innbyrðis og svo eitt sigurvegari og bara ógeðslega gaman. Alls konar quiz og þrautir og íþróttir og bara ógeðslega skemmtilegt. Geðveikt. Alveg kysla okkur, þið voru að segja okkur á hann, þeir eru 6 tíma á dag á dansæfingum. Jep. Það er rétt. Það er klikkað. Það er rugl. Já. Og er þetta erfið dansar? Já, þetta er ógeðslega erfitt. Þetta er ógeðslega erfitt. Þetta er líka, já, við erum líka, sko, this time around, við erum að reyna að toppa okkur, við erum að reyna að taka þetta lengra, þú veist, og Stella er alveg að testa okkur, sko. Já. Og við erum alveg að ná því, þú veist, 100%, en þetta er fucking keisla, sko, það eru bara að segjast eins og verð. Hvernig mataræði þið eru á svona 6 tíma, þú veist, að maður getur ímyndað sér svona, þeir eru svona hópaengar að sé bara panta pítsur eða eitthvað halda og kannski þegar maður er í grunnskóla eða eitthvað. Já, þegar maður er en það var síðast sem ég var á okkur dansæfingum, það var í grunnskóla. Var þetta svona 7. bekkja svona þannig að skildudansa? Já. Voru þið því? Já. Ó, til tráma. Læra línudansinn og... Já, en byrjuðu í hvaða skóla voruð þið? Grunnskóla? Já. Hlíðaskóla? Já. 7. bekk, Norðlingaskóla. Norðlingar, já, ok. Er það í Grái? Nei, það er... Norðlingarholt. Já, Norðlingarholt. Það er Árbænum, eða þú veist. Já, það er einmitt. Bara rétt, já. Já. En hvað er það að borða? Norðlingarholt er gott. Tell us. Það var gott. Geðu okkur hérna, mataræði. Ég er að fá mér, ég kem alltaf með graut með mér. Þetta er alltaf morgunæðingar sem er reyndar alveg næst, þú veist, þá bara basically vakna maður, mætir á æfingu, tekur eitthvað nesta með sér, eða þú veist, fáum okkur bústnir eða eitthvað. Ég er enda búin að taka æfingu ára en að byrjum æfingu, ég fer kannski á crossfit æfingu ára undan eða eitthvað. En mætir með nesti með mér og bara, þú veist, svo erum við bara í kaffi og eitthvað. Já. Hvað byrjar þetta 8, segðu það? Við byrjum 9 til þá 3. Þannig að stundum er maður frá æfingu kannski 7:30 og svo fer maður að dansaæfingu og reynir að borða eitthvað á milli og svo að þetta er náttúrulega bara kardió. Já. Það þarf að lyfta. Maður þarf að lyfta. Bara upp á að bara halda í vikt, sko. Þetta er alveg fáránlega brennsla, sko. Já, þetta er það, sko. Þetta er mjög erfitt, ég ætla ekki að ljúga ykkur, ég er alveg smá þreyttur í löpunum og þú veist, í haustnum líka eitthvað. Það er líka máli, já, út að dans er eitthvað svona, þú veist, maður verður svo súr í heilanum, maður er bara gjörsamlega, sko. Leggja eitthvað að minnið og svona. Já. Er það erfiðar en allir geta dansað? Nei, þá var ég alveg í 10 tíma, 8 til 10 tíma einhverjum á dag, sko. Já, en þetta er öðruvísi, þetta er miklu meiri keisla, af því lögin okkar er flest svona upbeat. Já. Og þetta er svo mikið kardió, meðan að hitta bara eitthvað svona. Já, eitthvað sem er að. Þú veist, passa axlirnar eitthvað niður og þú veist. En þetta er skemmtilega. Öðruvísa, þetta er bæði ógeðslega skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, ok, þið eru að æfa ykkur fyrir jóla, það er bara fyrir tónleika. Já. Er þetta jólatónleikar, eða bara tónleikar? Sko, þetta er náttúrulega, þú veist, jólatónleikar, þetta er náttúrulega í desember og það verður eitthvað jólaskautana. Ok, má kalla þetta. Við erum jólalög og við erum jólalag til dæmis. Er það að fara að gefa út? Nei, við vorum að gefa út núna á fyrsta DS, sko, nýja lagið okkar, sem að heitir það heitir nefnilega, Aron ætlaði að segja það. Það heitir, Þegar jólin koma. Og Á mig að jólin koma. Já, ok. Sem að sunga út á þessum tíma. Já. Og Magni var náttúrulega Ice Guys. Já, þannig að við ákváðum bara að því við rákum hann og leið svolítið illa með það. Þetta var svona gerum hann hátt undir höfði. Heiðir hann aðeins. Með þessu lagi, sko. En ég minnst þetta mjög gott lag, sko. Já, þetta er já. En já, við erum með tónleika í desember. 13. erum við með barnatónleika sem eru uppselt á. En þóttum við á kvöldtónleikana 13. sem er svona fyrir alla. Nice. Og svo er uppselt á 3 tónleika á 14. lögdæn 14. Já. Þetta er 3 tónleika 14. Já, 2 á föstudeginum og föstudeginum 13. og svo 3 lögdæn 14.
og allt í Laugardalshöll og það, veist, við erum basically, sko, það öllu tjaldað, sko. Það sko, við erum alveg að taka þetta mjög langt, sko. Við erum gæinn sem svona halda utanum þetta fyrir okkur. Hann eiginlega svolítið fúll út í okkur. Við erum alltaf að velja eitthvað nýtt aðeins meira. Og þetta kostar allt. Og en með viðtökurnar sem að við erum búin að fá frá fólki, það var líka gaman að reyna að búa til bara bestu tónleika sem að fólk hefur farað. Já, það var ekki að sjó. Já, 100%. Þið eru svo, ég veit hverju eru, hvað eru þið margir í töl, eða þú veist, 5. Eru þið allir eitthvað svona, nei, getur gert þetta, þú veist, við erum 2, við kannski höldum live show, erum bara eitthvað, hún fær einu hugmynd, ég fær einu hugmynd, þannig að við þurfum að láta báðar hugmyndi gerast. Eru þið með 5 mann sem eru, sko, þú veist, þá erum við svona enda meira. Algjörlega. En við þurfum ekki að díla við hausverkin. Við erum svona meira eins og Steve Jobs. Og veist, við fáum hugmynd og svo segum við bara framkvæmd. Næs. Þægilegt. Það þægilegt, já. Og erum oftast frekar líka samtvinnaði með, þú veist, hvað okkur langar að gera, bara, bam, let's go, þú veist. Þannig að, ef við erum 5 saman eru þetta bara espast allir upp og hérna, En hver þú vorum að tala um dansaðingar, hver versti dansarinn af ykkur? Við erum allir drullu góðir, sko. Ég bara að segja svo hver versti. Það hlýtur það augljóslega einhver bestur, eða ekki? Nei, nefnilega ekki, sko. Nei, ok. Við erum bara, þú veist... Sko, mér finnst við allir bara mjög góðir. En þetta er mín spurning, sko. Við verðum að vita eitthvað svona... Sko, við erum allir drullu góðir dansar, þetta meira svona hver, kannski, þú veist, eins og mér finnst ég að vera stundum lengur að læra dans. Veitu hvað þú veist. Ef það einhver erfið dansrútina, þá finnst mér ég að þurfa, ok, þetta tekur mig aðeins lengri tíma. Síðan einhver annar sem drullu góður í þessu og hinn drullu góður í þessu, sko. En ég get ekki sagt eitthvað neitt verstan, sko. Ekki sens. Er ekki einhverju sem aðeins svona Sko, við erum allir svo ólíki dansar. Jón var alltaf að læra einhverju að dansa í Vestló og Frikki við köllum hann Stella kallar hann the Groove King. Hann góður í svona einhverju groove. Árni er búin að vera rosalega núna. Já. Hann bara bætaði moves. Hann setur svona sitt eigið touch á það. Og svo bara Aron alltaf gamall breakdansari og svo ég svona eiginlega svona dansstjarn? Nei. Stjarn? Nei, við erum allir bara held ég frekar ágætir, sko. En við erum alltaf, sko, við erum ömulegir á fyrsta æfingunni. Þannig að þegar þið átt að sjá okkur bara að læra krumludans eða eitthvað, það var galið, sko. En það hann frekar simpul, sko. Þetta bara eitthvað svona og svo svona, og svo snirður hring og aftur svona, og svona. Þannig að, þú veist, núna verið að flækita tölvert. Ok. Og það líka ógeðslega gaman við það, þú veist, maður bara damn, ok, við erum bara að ná þessu. Þú veist, svo mikið pepp, það maður alltaf einu farin að ná einhverjum erfiðum moves, skilur þannig að, við erum allir búin að bæta okkur helling, sko. Ok, gegga. En hver svona, á þessum æfingum, hver mætir alltaf seint? Allir nema ég. En þú getur tímanlega? Ég alltaf bara 10 mínútum áður, sko. Það eitthvað, þú veist, þetta ég var enda sett núna að því við vorum að klára æfingu og ég þurfti að fara heim í sturtu. Ég hef ekki viljað að ég komi hérna bara beint eftir æfingu. Og ég varð að fá mér að borða það því ég nenni ekki að vera hérna svona, þið veitir, svona ömurlegt. Það enda ömurlegt. En þeir mæta allir seint, nema ég. Það hárrétt, það nákvæmlega þannig. Eru þið þá 10 mínútum yfir eða þetta mikið seinna? Þetta ofta svona 10 korter eitthvað. En, þú veist, smá vörd fyrir það, þú veist, þeir allir, Jón og náttúrulega 12 börn. Þannig að hann þarf að fara á 4 mismunandi leikskóla og ég á engi börn, Aron á 1 barn og hinn eiga börn, skilur við, þetta svona já, þeir eru duglegir alltaf að bleima, sko, krakkinn var eitthvað sko, alltaf ekki að vilja fara á leikskólan og eitthvað. Það góða afsökun. Já, það klassískt. Það alltaf solid, sko. En það alveg smá svona, þessi 5-10 minna seinkun stundum á Íslandi, þetta mjög skemmtilegt konsept, sko.
Ég held að það sé að þegar maður að leggja stað þegar maður á að vera mættur. Maður svona, já, ég að fara klukkan 2, þá fer ég klukkan 2. Þetta ræðilegt. Já, heldur sem öll seg bara þetta, sko. Já. En, ok, þannig að þið eru spenntir fyrir jólatónleikunum, það eru bara 10 dagar í þetta. Það eru 10 dagar í þetta. Það er rugl, sko. Jólin bara að koma líka. Já. Ætlið að koma? Ég reyndar ekki með það. Við þurfum að fá með það. Ég held að það eru uppselt. Já, sko, það var nefnilega markasetningi var þannig, bara uppselt, búm. En svo eru miðar eftir núna á föstasínu sem okkur langar alveg fólk kveikja á, sko. Þetta þessi seinni tónleikar á föstu, sko. Já, líka það séu svo margir sem að halda, þú veist, eðlilega, þetta séu bara full on party tónleikar, skilur. En það í leyfi að koma með undir 18, sem sagt. Í fylgd með fullurum. Ertu ekki tekið þið með? Já, takk. En við getum hérna bara að græða miða fyrir ykkur, sko. Já, gæt, ég var að sjá þessi sjó, sko. Já. Dansmúsum. Við þessari yfirlýsing. 100%. Með háar væntingar. Já, það lítur að helviti góðu dans. Við erum líka með dans, sko, glansdúk. Gólöfur glansdúka. Vá. Já, það verður insane. Hver átti þá hugmynd? Ég náði því í gegn, sko. Já, málið að þú veist, að maður er alltaf að stíga inn á eitthvað svið hérna, bara gæður einhver gír og svo stígur bara út á eitthvað svona flutningabílagólf, skilur við. Reyndar satt. Þú veist, vertu með glansdúk ef þú halda tónleika, skilur við. Það kostar þetta 2 milljónir. Nei, dúkurinn. Já. Shit, þetta alveg stór dúkur þá, eða ekki? Það er rétt að vona það, Það sko. worth every penny. Já. Eru þið þá að koma út í einhverjum hagnaði? Eða það bara allt í einhverju... Ég er ekkert svo vissu það, sko. Við erum bara að Það gefa er bara að hennar mæta að dansa. Já, bara mæta að dansa og syngja og... Það er það sem ég var að segja, sko. Gæinn sem er að sjá allan kostnaða, svona, hann er bara... Strákar, stoppiði núna. Það er ekki til að vera sómaður. Nei, ég verða vikuna, ég verða ekki... Nei. Við erum alltaf með kvíðan í öllu svona... Já, fjárhagskvíðan. En hvernig er að velja outfits? Fyrir svona tónleika? Þér eru ekki að gera það svolítið. Nei, ekki alveg öll, sko. Nei. En við erum alveg... Við höfum eitthvað að segja, já, algjörlega, sko. Galla eitthvað, það ekki? Jú, það er svona... Jú, alltaf eitthvað denim, sko. Denim. Jú, klálega. Svo, já, þú veist, það er loftengar að sjá fötin. Er það... Hún heitir Silvía. Silvía Lovetank. Ok, nice. Hún er svona að rönna það dæmi, en hérna, já, svo er þetta í rauninni bara við kíkjum á hana, finnum eitthvað næs og þú veist, viljum auðvitað vera full on extra, skilur við, það eru white suits og svo kemur meiri ljós, sko. Ok. White suits. Er það mörg outfit change? Já, það er alveg mörg. Það er gaman. Hvað er þetta? 3 og 4 eitthvað. Já. En við erum náttúrulega, þú veist, við hitum upp fyrir Ice Guys. Nú er það? Jöp. Ok. En ég meina, þú veist, hver vil ekki fara að tónleika með hinum 4 gæjanum, skilur við? 5 kem ég alveg eitthvað. 5 gæjanum. Ég er á eftir að setja upp mitt sjó, sko. Jú, já, þannig að þið komið allir stakir fyrst. Já. Það er þetta hella. Já, það verður mjög skemmtilegt, sko. Líka bara svona að fá að finna fyrir krátinu og aðeins, þú veist, komið í gang, þú veist. En við gerum það fyrir, sko. Við hittum upp. Ok, gekkja. Hver opnar sjóið? Vá. Já, það er góð spurning, hugmynd, sko. Allavega ekki ég. Nei, ég. Það var alveg iconic. Já, það var iconic. Ég gáði eitthvað lag einu sinni sem heitir Older. Já. Og strákarnir í fyrir svona, jú, þú tekur Older. Verður að taka Older, sko. Og svo eru þeir búin að byggja upp geðveika stemningu og svo kem ég út og bara, ég ætla að taka Older. Og allir bara, Older? Hvað er Older? Væri það ekki best að byrja? Jú. Klára það? Já. Það er þetta ágætispunktur. Það er mjög gott að gera það. Já, þú veist, það er erfitt að koma kannski eftir, ég veit ekki, eða þú veist. Já. Ákveði. Ef þú gerir það í lokin, þá fara allir bara. Já, bara... Já, það er eiginlega betra að fara í lokin heldur í byrjun, sko. Er þetta lag á Spotify, eða? Já, þetta er sko, þú veist, þetta er í... Það er náttúrulega ruggla og hefur ekki heyrt það, sko. Já, það er alveg galið. 3000 plus spilanir, sko. Nei, ég held reyndar að þetta sé... Er þetta ekki alveg? Já. Og einhverju þjóðverðar ábygglega. Þú veist að
að finna alltaf sjálfur bara með þetta á bara. Ég myndi gera það ef ég ætti eitt lag. Já, Og enginn vissi hvað, eða margir. Já. Hvað það er? En hefur þú eitthvað, hefur þú hlustað á Older bara eitthvað í chilluna? Getur þú spilað Nei, þess? ég nefnilega spyr, sko, ég hlusta vandræðilega mikið stundum á mig, sko. Rosa lag, Þú veist, bara leita Spotify eitthvað. Mér finnst allt í lagi, sko. Á ég að spila það? Nei, sko, málið er að heyra þetta. Ég ætla að fara beint í viðlagið, sko. Shit, þetta er svo gott lag. Þú hefur aldrei heyrt það? Það er rosalega lag, sko. Mér líður eins og ég heyrt það. Já, þetta er svo smá Eurovision stemmingi í þessu. Varstu Eurovision? Nei. Nei. Það er rosalega lag. Gætir. Það er nefnilega, ég dyrka þetta lag, Já, sko. bara hlusti á þetta lag, sko. Já. Þetta er galið. Ég mun. Já, þú byrja sjóið. Væntanlega. Já, en svona öllu grínist. Ég held að þetta myndi vera eitthvað svona rólegt lag, þetta er bara pepp. Já, svona ballaða bara eitthvað. Ég gerði reyndar það er alveg önnur saga, sko. Ég gaf þetta lag út og ég bara, þetta er ekki að hitta. Hvenær var þetta? Þetta er 2020 eða eitthvað. Já, ok. Og bara ég átti ekki hugmyndina, ég var bara fengið til að syngja þetta lag, ég samdi ekki einu sinni. Dr. Viktor samdi það og bara vel gert. En svo eitthvað svona, þetta er ekki að hitta, gerum acoustic version. Er það til líka? Já, það er í hörpunni bara tekið upp, bara í Nei, vá. Fekk hinsegin hvori með mér og bara Vá. rosalegt, sko. Það er alveg bara, það svæfir þig, sko. Það er bara alveg ballaða. Já. Geðveikt. Byrjar á þessu, endar á hinu. Hinnu laginu mínu? Nei, já, acoustic version. Acoustic. Já. Það var rosalegt. Ég áreindur annað lag núna sem að kom út af því það kom út með þáttunum. Það heitir lagið Sexy Roo. Já, Það er fucking, Þú getur tekið það líka, þegar ekki? Ég verði það. Já. Ég Líka með engri samdi sko tónlist og enda... Með einhverju tónlist Já, undir. bara Já. a cappella. Og danssporin með, það verður undir geðveikt. Já, ég samdi eiginlega endapartin á því lagi með höllina í huga, sko. Já. Það er svona... Sexy Roo. Þú samtir þetta sjálfur? Já, þú meinar, já, ég gerði það. Jón samdi, byrjaði að semja þetta. Já. Samdi við lagið. Hvað stjörnumerki ertu? Hvað stjörnumerki ertu? Ég er fiskur. Ertu fisk? Aron, hvað er þú? Sportryggi. Sportryggi. Hvað er það með Sexy Roo að gera? Bara hvort þú veri Leo, mjög athyglisjúkur. Já. Þetta hljóma mjög líólegt að semja lag Ég myndi gera svona lag. Þú ert Leo? Já. Athyglisjúk? Mjög. Ég held það. En einhver aldrei heyrst að það sé eitthvað svo slæmt að vera fiskur? Er slæmt að vera fiskur? Já, ég er fiskur, sko, þannig að ég deili þessu með þér. Þetta er ströggul. So you're sensitive. Ok. Er það eitthvað tenging? Nei. Það er bara svona Tristan Thompson og svona... Adam Levine. Já. Svona Bad Boys. Já, þú meinar. Það er ekki gott að rappa á þessum mönnum, sko. Það er svoleiðis. Þetta er erfitt, en við Rúrik erum að reyna að breyta þessu. Já. Sýna ykkur að þetta er góða fiskar. Já, það eru góða fiskar í sjónum. Það eru góða fiskar í sjónum, já. Sportryggi, Aron. Já, getur þú sagt mér eitthvað um það? Ég veit ekkert. Svona geta fyrir eitthvað Ryan Gosling. Ok, I'll take it. En ég segi bara... Það er ekki bad rap á þeim. Nei, ekki sem ég veit á allavega. Nei, ok, gott mál. Thank you. Það var ekki eitthvað gaman að vita stjörnumörkin hjá öllum í Æskæs. Já. Hvenær, hvenær stjörnur er Jón ammali? er líka sportryggi. Ok. Hvenær er ammali hinnis? Restina ykkur? Nei. Vitið ekki, er ekki góði vinir? Ég veit ekki hvernig. Ég bara nei, einmitt. Ég er ófæðilegur að það líka. Það er bara eitthvað ammali á morgun á dansæðingu og því bara vissu það ekki. Myndi ekki fá samanskapið. Nei. Það er eitthvað. Kallmenn. Þetta sjá hvað ég á byrta að gera fyrir ykkur aðra ammali. Já, það er allir flaggaði henni að tepa. Það er enda fáránlega fallegt, sko. Það er það. Ég er enda komið köku fyrir Jón, þar nátt ammali tökum. Ég myndi þetta, já. Af því hann ammali nált þér. Já. Komið jólatertuð hana. Líkonur í sölu. Já. Það er grænu, eða? Já. Geggjaður. Já. Mitt. Ok, það er næst. Erum maður að fá nýjan bolla? Já, ég gefa nýjan bolla. Bara meira te á mig, sko. Já, það er alltaf mjög gott. En hvenær kláruðu tökur núna á season 2 af Æskæs? Við kláruðum það í sumar, í ágúst, og svo fórum við að taka upp season 3. Það byrjað?
þið byrjar að taka það? Búnir. Búnir? Ó já. Wow, það hellað. Það mjög. Það búið að vera keisla á strákunum. Og hvenær kemur season 3 út? Það bara 2025 eða? Já. Ok. Ekki, haust. Gott te. Gott te. Gott te. Elskar gott te. Haustið 2025. Geðvikt. Ekki rétt mér. Season 3. Season 3. Jú. Æskast. Já. Nóvember eða eitthvað svo. Já. Oktober, nóvember. Ok, bara eftir ár. Þessi klárast hvenær? Hvað margir þættir núna í season 2? Það eru 4. Ok. Hún er alveg verið búin bara. Já. Hún er hálfnuð. Hún er hálfnuð. Já. Já. Eru búin að sjá? Já. Hún er sjá fyrstu 2 í seríu 2, já. Ok, hún er komin út. Ég er búin að sjá fyrsta. Fyrsta þátti, já. Eftir að sjá, þátt 2. Já. Vorum alltaf bara, vorum út í París þegar þáttu 2 kom út. Þannig að við mátti horfa á hann. Eða þú? Ég horfði á þú varst bara beint eftir París. Já, bara við að vera rannsóknarvinna hérna. Geðvikt. Þetta er óslega skemmtilegt þættir. Það ekki? Jú. Takk fyrir það. Þetta er svona hæpið ríl. Já. Það er alveg þannig. Við náttúrulega bara leikum bara í þessu. Þú veist, við erum að gefa Allavík og Sóla Hólm kredit fyrir að framleiða þetta og leikstir þessu og taka þetta upp og skrifa þetta og svo líka bara allir tilbúinir að taka þátt í þessu. Það er sama, þú veist, í hvernig þú ringir, bara vilt koma að leika sjálfa þig sem algjöran fávita. Já. Nei, ángrín, sko. Það er alveg merkilegt. Bara allir sem hafa komið að þessu, þú veist. All hands on deck, einhvern veginn. Alltaf, sko. Maður heyrði svo mikið bróðri geggjað þættir og þú veist, oft er íslenski þættir alveg pínu að hæpa þér, maður horfir maður það, þetta er ekkert eitthvað besta sem við séð, en þetta er alveg svona, málega ok. Þetta er svona quality. Já, þetta er worth the hype, það er alveg magna. Gaman líka að sjá hvað þið eru allir góðir í hlutverkjunum. Já. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Skemmtilegt. Já, koma óvart. Nei, bara þið var ekki leikari. Já, ég tegum það. Algjörlega. Ég held nefnilega það að við spilaði alveg ágætis svona rullu í velgengninni, er bara hvað fólk bjóst ekki við þessu, sko. Og líka bara held ég að fara alltaf vel í fólk þegar það gera grína sjálfur. Reyndar held ég að börn vit ekki að þetta sé grín. Ég var að hugsa það hafa svo margir spurt hvort að ég sé Leo Sugar, ég er ekki einu sem að djóka. Það var ógeðslega margir spurt mig bara hvar þú ert, sko. Bara hvað þú gerir við peninga. Já, bara þetta sé raunir bara reality TV og þú veist. Já. Geðslega fengt. Það er gott og reality TV. Já, það er production bara. Geðveikt gott. Það er geðveikt. En ok, það gekk alveg svona orðrómur að karakternir ykkar væri alveg eitthvað byggðir á ykkur. Hafið heyrt þetta? Já, hafið ekki heyrt þetta? Nei, ekki þannig, sko. Ég veit ekki, bara eitthvað svona, þú veist, að við heyrðum þetta bara, það var svona, bara einmitt að einhver partur af, þú veist, af svona karakternum væri, þú veist, það væri eitthvað sannleikskorn í þeim, þannig að, þú veist, að Jón væri þá, hvað var það Jón eða Friðrik sem var að, Jón, þú veist, hann væri þá eitthvað í alvörinu þegar maður lítill, þá var hann getað að byrja svona út í Frikka og þú veist, það væri svona þannig og þú hafðir í alvörinu einhvern tíma verið með legasíki og Rúrik ættir að vera enga pening og eitthvað svona. Ég er reyndar að elska þetta. Já, þetta er geðvikt, sko, en Ísland er auðvitað land sögursagnanna, sko, en ég er ekkert eitthvað hoppandi hissa að heyra þetta. En ég held ég þóra alveg að fara með og fakta að Jón hefur aldrei verið aðbríðast úr því Frikka, sko. Já, ég held að það sé alveg þannig, sko, en kannski er eitthvað í þessu. Þú veist, Jón tampust þessi 10 sinum á dag, sko, þannig að það allavega Já, ok. Sund kannski rétt sem er búið íkja bara gæðin. Já. Var eitthvað með Átna sem að heyrðu það? Nei, örugglega bara það. Var ekki hann væri blankur þá? Jú, Átni var blankur. Já, Átni var blankur, já. Föður ég náttúrulega blankur. Ég er búin að fjárfesta öllu mínu í myndbandið og útgáfuna. Sexy Rú, já, einmitt. Einmitt, jú, það var örugglega þá Árna ætti enga pening raun og veru. Hann er í framkvæmdum. Já. Geðveikt. Já. Nei, ok, þannig að þetta er ekki byggt út frá ykkur, þetta er bara skrifað. Þetta er byggt út frá ykkur lega sögum ykkur, eða hvað þannig? Það getur verið. Could be. Það er góð spurning, sko. En kannski sem var að skrifa þetta hafði heyrt ykkur, búum til þetta, skilur við. Já, það er pottið, sko, Sóli er svo klókur, sko. Já, hann er það. Einhvern tímann þú veist, pottið eitthvað af þessu, sko. Já.
Það er ógeðslega fyndið. En það eins og hann fái bara einhverja útrás fyrir því að láta okkur segja eitthvað sem hann þú veist, sem betur fyrir þetta bara leikið efni og ég held að það fattið allir sem að eitthvað vit hafa en það er samt sko eins og með börnin og svona, það er alveg skrítið að ég velti stundum alveg fyrir mér áliti barna á mér eftir þetta sko en það er bara þau munu koma staðinu rétt að einhvern Þetta var bara, þið verða að gefa út svona Birgitta Haugdal-dúkkur eða eitthvað þannig að því ég ekki alveg stór markhópur hjá okkur börn. Jú, vá. Það er að tala um ísinn. Já, en líka bara dúkkur, ég held að vera ógeðslega fyndið. En við vorum sko að opna búð í kring. Já, við sáum það. Hvað er það að selja þar? Ice búðina. Merch. Hellingamerchi. Fullt af merchi. Bókin okkar, Ice bókina. Og hvað er henni? Ice bókin þetta er svona tímamótabók. Ok. Nei, samt í alvörunni, þetta er bara svona bók Ice okkur alla. Ok. Mjög skemmtileg, sko. Þetta er svona nylonbókin back in the days. Já, ángríns, já. Þetta er svona... Það var bara jólagjöfin þegar ég var svona 7 ára. Það er líka gaman, þetta er líka svona... Þetta líka kemur inn á svona smá okkur persónulega, sem er skemmtilegt, sko. Og getur börnin læst í alvörunni hvað Já, sem kunna lesa þá. Akkurat. Já. En þetta er svona, þú veist, er ekki til einhver svona Neymar-bókin og Ronaldo-bókin og svona, þetta er svona í þeim anda kannski. Akkurat. Ok. Þannig merch-bók og... Merch-bók og... Þú ert með textaverki. Ég er með textaverki, já, svo erum við líka með okkar eigið og þannig líka. Já, það er næs. Það er mjög útibú fyrir það líka. Svo þetta er alveg, já, geðveikt að vera bara eitthvað... rosalega sokka, svona rauða og fjólabláa sokka. Stendur fyrir hana. Iconic, já. Pælið að fá þér skóin. Nei, er það grínast, bara þú vaknar. Er það svona á sólunum eða hvar stendur fyrir hana? Já, ég maður það reyndar ekki alveg. Nei, ok. Undir einhver logoið, skilur. Fyrir hann. Vá, það er enda fallegt. Á bara tanni? Ég veit nefnilega ekki, mann ekki. Nei, það er svona á hliðinni. Ok. Ég hef ekki séð sokkana. Og er það fyrir því sem kallmenn, eða? Nei, fyrir hana. Nei, þetta er fyrir hana. En ef gæin í þessu, þá er það fyrir hana, skilur þú? Já, hann getur verið í þeim fyrir hana líka. Já, getur verið í þessu fyrir, já. Þá er hann fyrir hana, basically. Já. Fattar þau? Work always bara. Já. Ok, það er cute. Það er svona unisex. Já, ég elska þetta. Geta allir fengið þetta, bara selja þetta meira. Já. Og er Jón að selja ykkur á tannbursta eða... Það var, hann ætlaði no joke að vera einhverju samstarfi í Colgate, en svo bara náðist það ekki eða eitthvað. Það var ógeðslega fyndið líka. Við ætlum að gera tannbursta hins vegar. Ice Guys tannbursta. Ice Guys tannbursta sem að spila lag þegar þú veist tannbursta. Geðveikt. Já, en... Aron er bara, góð hugmynd, bara heyrðu núna. Já, ég man ekki eftir þessu. Já. Það er náttúrulega rosa frjór. Já, ég trú því. Í þessu. Og, já. En að þið vorum að tala um svona orðróma og legasögur, hvað er svona skrýtnasta, bara persónulega, sem þið heyrst um ykkur sjálfa? Skrýtnasta legasagan eða orðrómurinn eða það er sama orðrómur og legasagan? Jú. Það kemur djöfa fyrirsögnin. Já, bring it on. Þegar stórt er spurt maður. Ég er... Það er nánast orðin ónæmur fyrir svona. Þetta hlýtur svona eitthvað að poppa fyrst. Sko ég man bara back in the good old days þegar ég var, þú veist, 16 ára, nýorðin nafn. Þá var, þetta er enda dálítið dark, sko, en hérna... Grjóthart að segja. Erum við að fara bara á það? Já, let's go. Þá var eitthvað svona, þá var mikið talað um það að ég var að selja eiturlyf, sko. Já, ok. Og það voru svona foreldrarnir í hverfinu og svo var það komið til mömmu og ég bara, þú veist, var bara í stúdíóinu, skilur. Þannig að, já, ég held að það hafi verið svona, það var dálítið hellað. Bara krakki, skilur. Já, það er stór ásökun. Mega, já, algjörlega, sko. En sem betur vissi allir betur, þú veist, það var aldrei eitthvað. Þú var ekki lengra. Það var okkur að frétti skrifa um þetta. Það var mjög skrítið bara ungan skiluru. Það var wild. Þetta fór ekki þangað, sko. Ok. Já, þegar stórt er spurt ég er eiginlega bara alveg hættur að velta mér upp úr þessu, sko. Ég er bara, maður heyrir eitthvað og þú veist, ég heyri eiginlega ekki neitt lengur, sko. Nei, er fólk að segja ykkur þetta? Þú veist, ef það er til dæmis slúðursaga eða eitthvað að ganga ykkur, fáið þið að heyra það? Ekki í dag, myndi ég segja. Nei. Það kemur yfirleitt kannski bara í lokin alveg þegar það er búið að fara svona kannski margt. Akkurat. Já, þú veist, jú, fólk segir mann alveg eitthvað og það er ógeðslega fyndið, það er alltaf
og þú veist, þetta alveg staðfest sko. Þú veist, þetta bara, þetta 100%. 100, já. Alveg heyrði það frá frændennar. Já, akkurat. Tala við frænguðinni. Það ógeðslega fyndið dæmi. Já, einmitt. Nei, ég held að, þú veist, eins frábært og yndislegt land og Ísland þá stundum þetta svona eitthvað sem mætti alveg slaka á, sko. Þú veist, það bara þannig, ég alveg sammála. Þú veist, má alveg finnast eitthvað minna asnalegt og samgleðast bara meira með fólki, skilur svona, mér finnst þetta einhvern veginn að vera þannig land, sko, það svona, allir að vera að hjálpa hverjum öðrum og gleðjast með hverjum öðrum, sko. Það eru jólin og svona. Já, einmitt. Það gerist í svo litlu samfélagi, við höfum rætt þetta við tókum bara sér þátt held ég bara svona slúðursögur eitthvað þannig, þú veist, þetta það lítið land stundum, einmitt, þú veist, að stundum eitthvað allir on board, allir sammála ykkur, þú veist, eins og þegar gerist eitthvað svona hella í samfélaginu og hjálpast allir að eitthvað við það, en svo á sama tíma getur þetta bara alveg hitt og maður fann að heyra slúðursögur forsetan og maður bara, ég heyra þetta, þú veist, skilur, það var svona crazy bara. Já. Það þetta mjög góð punktur. Mér finnst það, sko. Það lítið. Bara zero respect. Já, það eitthvað stutt sem bara zero respect, já. Þú veist, maður ætti bara að vera að worshipa forsetan, í staðinu bara, heyrðu, hann. Við veitum hvað hann getur. Eitthvað svona, já. Hún eitthvað. Þetta svona, já. En ok, þannig að það samt þetta hellusaga. Já. Og þú veist, já, í dag sama, þú veist, heyri ekkert þannig, skilur meira einmitt á þessum yngri árum 16, 17, 18, 19 eitthvað get mikið í gangi, þú veist búblan, einhvern veginn einmitt það var meira þá, sko En að því núna voru að tala það svona, kannski, mikið af krökkum sem einmitt að fylgjast með ykkur ekkert erfitt að fara í kringlulega Smáralind? Ekki erfitt, sko en öðruvísi, já En ógeðslega gaman, þú veist, og auðvitað maður alltaf bara til í allt myndir og spjall og þú veist, bara krúttlegt, sko. En alltaf búið að aukast mjög mikið og ég held að einmitt bara eftir seríu 1 af Ice Guys, það verður svo mikið æði og sérstaklega hjá krökkum, eða svona öðruvísi. Krakkarnir eru þeir sem að horfa á þættina 10 sinnum í röð, veitu, og verða meira svona, þú veist, starstruck bara. En jú, klálega búið að aukast mikið bara athygli frá krökkum, þeim finnst þetta svo geðveikt og þú veist, maður getur ekki annað en verið bara þakklátur og til í allt, skilur Þannig að, já. Það er líka eitt sem ég dýrka, þú veist, íslenski krakkar svo hugrakir. Já, það er rétt. Þau bara fara bara spurja þig bara fullt af spurningum og tala við þig og er ekki tætt og svona. Mér finnst það geðveikt, sko. Enda, þú veist, eru íslenski krakkar aldrei upp öðruvísi heldur en bara útlenski krakkar. Þú veist, það er alltaf verið að vara útlenska krakkar við, bara passa þessu, þetta er hættulegt. Svona, ég hefði á tilfinningunni, ég er náttúrulega ekki foreldri sjálfur, en ég hefði á svona tilfinningunni allavega eins og mitt uppeldi var og krakkar sem ég þekki í dag og svona, þetta er meira svona, ok, farið bara og gerðu mistök en bara gerðu þetta, skilur. Verður freka bara hugra, það er miklu meira svona vera ít undir á vaxir og dafnir heldur en að, þú veist, segja að passa þig og öllu og þetta er hættulegt og þetta mátt ekki og svona, þetta er meira svona supportir sem er svolítið skemmtilegt, sko. En það er alveg óslega góða punktur, þau eru alveg fárlega hugra. Ég held sér líka bara að þetta er Ísland og þau eru ekki hrædd eða feimin við neitt. Nei. Já, þetta er bara einhver nonnið í bæ, skilur. Já. Það er líka svo fyndið, ég menna, þú veist, þú bara byrðið á sama stigagangi og fullt af öðrum og þú veist, þú fer bara út í bónus og þetta er svo lítið land að það er engin svona, það er engin eitthvað sem er frægur eða eitthvað svona fjarlægur. Þetta er allt bara nágrannaðinu og það heita í bónusöfurklass eða eitthvað. Já. Þetta er góð punktur. En nú eru 5 saman, eins og við tala og ég get ímyndað mér svona, þú veist, oft í 5 manna hópum, svona stelpuhópum, myndast oft kannski svona drama. Það? Já, það getur alveg gæst, alveg bara eitthvað Ég held að kall með sér engu skárri. Ég held nefnilega ekki heldur, þannig að pretend all you want, en hefur verið drama á milli ykkar? Grínlaust, aldrei verið drama. Það hefur ekki komið fyrir, sko. Þetta er svo leiðilegt svar, en þetta er bara svo chillað og þú veist. Ég er ekki eins og að grína, sko. Kaupir það? Það er allir svo stable og wholesome eitthvað. Einmitt. Nefnst að þið eru með 5 main karaktera. Þið eru með 5, þú veist,
5 Já. ljón, skilur þannig sé. Já. 5 fólk sem vill bara vera number 1. Einmitt, sko. Getur alveg verið Ég flókið. bara... Við erum náttúrulega núl eitthvað að keppast, sko. Er það ekki að reyfast skjátíma eða eitthvað? Nei. Akkur fekk Aron Úf, það væri vont skjátíma. maður. Nei. Þá myndi þetta dæmi náttúrulega ekki ganga. mæla mínútunar eða eitthvað? Nei, við erum bara, þú veist. Er hann í miðjunni í þessum Ég væri alveg til að geta Já. komið hérna með eitthvað, þú veist, ég væri alveg til að geta sagt bara, þú veist, að eitthvað, Jón erfiður þegar hann á túr eða eitthvað, ég veit það ekki, skilur, en bara... Er hann það samt? Nei, þú veist, ég er ekki viss, hann er búinn í menopause. Ok. Þannig að, þú veist, já. Bara 40 og breytingaskeiðinu. Já. Gerst það? Einmitt, veit ekki. Hann alltaf var að vera fertugur, þannig Já. að, þú veist, hann er svolítið komin yfir þetta Já. tímabil, sko. Já. Kemur ekki þá svona annað svona hormóna hjá gæjum fertugt? Pottið. Jú. Það kemur svona meira... Er það ekki svona grái fyrringurinn? Já. eitthvað? Fiðringurinn. Já. Er það ekki? Jú. Fyrringurinn. Hvað sagði þú? Fiðringurinn. Maður bara flytur hann út á fyrði og ég veit ekki hvað. Pottið, ég meina, hver er skilnaðartíðni 45 ára gamla kalla sem Er Jón að fara að skilja? möstu. Jón er ekki að fara að skilja. Nei. Ég get alveg bætt að það, sko. Já. Hann og Haldís er náttúrulega bara, þú veist, þetta er svona, já, þau eru fyrirmyndar hjón. Couple goals. Já, basically, sko. Ok, en það hefur aldrei gerst neitt drama. Hefur ekki gerst, sko. Ég bara, þú veist, við erum svona, þetta er svolítið þannig að ég og Árni erum svolítið svona, þú veist, við viljum svolítið svona, þú veist, við segjum nákvæmlega hvað við viljum. Jón og Frikki eru svona meðvirkir, þú eru ekki alveg stundum að segja alveg það sem þið vilja, en þeir eru ógeðslega góðir fyrir balansin, þú veist, ég og Hnetan eru meira svona, Bam, bam, bam. þú veist, bara herrið, bara let's go, skilur, gerum þetta svona og ekki, þú veist, hvað ruglið þetta og blá blá og þeir eru svona bara svolítið til í að samþykja til að halda friðinn og hann er alltaf bara mest næskæði sem við þekki, sko. Ég er bara til í allt. Já, bara allt er bara sick og næs, skilur við. Þannig að við erum kannski að tala um vitlaust fólk. Já. Ef við fengið Frikka og Jón, Það er þá hefði kannski- kannski verið svona, já, þeir eru alveg sko. Já, þá hefur kannski fengið meira tí. Já. En þið eru svona, Já, maður, þú veist, maður er með Demanding. skoðanir, skilur við. Já. Sem er geggjað, þú veist, Já. það er bara drullu gott balans í hópnum og þú veist. Ég held Svona að næs gæi. Og Já, meir- það er bara geggjaður með skoðanir. Já, það er geggjað. Svo er þetta bara alltaf óslega næs. Nei, hérna, þú veist, og þó að komi, þú veist, þó að menn séu ósamála líka, Já. þú veist, það hefur aldrei orðið eitthvað drama úr því. Hverju Þá hafi er verið þetta bara- ósamála yfir? Bara dúkin. Dúkinn? dúkinn, Já. Is it skilurðu. worth it? Já, Hnetan vildi ekki á dúk. Hæ? Akkur ekki? Og hvernig það voru samfæran? Og svo bara, ég stiga ekki að svið nema að sé dúkur. Nei, svo sagði ég Ég til eiginlega- dæmis mögulega bara gaur, þetta verið sick, skilur, þetta verið gæð. Það var bara, Og já. svo einhverjar að peppa, þú veist, þetta er bara, þetta er ekki... Af hverju vildi hann ekki dúkin? Já, hvað? Hvað vandamál er það? Peningar? Sko, já, þú veist, Hatar hann dúka? hann hattar ekki kannski alveg dúka, en hérna, Hatar dúka. en þú veist, þetta er náttúrulega mjög dýr dúkur. Já. Elska Og þú veist, þegar maður er búin að biðja bara eitthvað alls konar, þá svona einhvern tímann kemur að því að hann svona, herri, þurfum við þetta líka? Vildi hann eitthvað annað í staðinn og var það svona dúkurinn eða þetta? Og hann tapaði? Nei, var þetta ekki smá bara svona, þú veist, Ég vil Það er ekki ekki skilja komið alveg, gott, þú veist, já. þið sjá ekkert pointið að vera með eitthvað glansdúk á sviðinu, skilur en ég einhvern veginn, mér fannst þetta frábær hugmynd Já, við og ég vil að fólk sé þakklátt fyrir að við höfum farið svona langt og Já. tekið dúk. Ég meina, ef við förum, það er þá mun ég eitthvað- bara já. Ég ætla bara að Já, hafa hann að já, dúk í en sér. Ég vil fá Ég ætla- vjú af dúknum. Já. Ef ég set Líka, eitthvað í sko- stóri þá er það vákvæmt flottu dúk. Já, bara 100%. Já. Það er líka að lega mér að segja, sko, Rúrik kemur með oft svona a different kind of standard, vanur kannski meira, þú veist, eins og bara í Þýskalandi og svona sem allt er, þú veist, það er bara þannig, skilur, og þú veist, sumt er svona, einmitt, kemur að með bara, hei, búm, ég hefði aldrei hugsað glansdúk, aldrei, þú veist, ég hefði bara mætt, Já, bara, þú veist. Þú bara En er heyrir hann það- það. svartur sem er eða geggjað, eitthvað- sko. Já, hann er svartur. Já. Ok. eða glær og Já. undir er svart. Ég Já. veit ekki. Akkur sá ég hann fyrir mér svona eins og olpapír litin. Aha. Já. Nei, þetta er bara svona glans, bara Já. svona dögt glans. Ok. Já, ég sá bara um Svo keyptum við svo ógeðslega mikið af þessu að við verðum eiginlega sko að Seljið í búðinni. halda
aftur tónleika á næsta ári til að geta notað hann aftur. Double investment. Já. Hann borgar sig upp. En er þetta notað hann aftur? Ekki sama, en við keyptum svo stóra rullu. Hversu stór rulla var þetta? Já. Komum þetta með skipið eða? Já, pottþétt sko. Bara með norrænu. Ísadúkur. Já. Hvar fær maður dúk? Ég bara... Hjá okkur svona skipafélagi, eða svona... Skipafélagi? Já, fólk kaupir oft svona eitthvað hjá okkur svona sem gerir fyrir skip. Já, manni fæs. Já. Við fengum þetta ekki í partybúðinni, sko. Nei. Hvað heitir þetta listin sem frætt fólki? Svona Já, svona, hvað heitir það? Listi sem að... Maður gerir fyrir grænherbyggi eitthvað þetta verður að vera, ég mæti. Rætir. Já. Allir með rætir? Við erum að gera rætilista, maður. Ég ekki búin að fatta það, já. Engin heitapottur, baksviðis og... Sér klósettseta og eitthvað. Var það ekki Justin Bieber, heitapotturinn? Jú, það var, Í höllinni? Nei, hann var í kórnum. Já, kórnum, já. Það var heitapott. Og hvernig var það gert? Bara upplásin heitapott, við verðum með laginu með það. Þið verður að gera það. Þetta svo hvað ekki, J.Lo, hún vil eitthvað sér klósettsetu eða eitthvað. Já, svona covers og klósettsetu líka og eitthvað. Þetta er alveg hella að fara í gegnum þetta. Matur og eitthvað þannig. Hefur aldrei verið með hann? Ég hef verið með rætilista, sko. Já, þú ert með rætilista, eða ekki? Já, eftir ég gerði það fyrir tónleikana mína núna í Gamla bíó. Já. Það er kannski ekki alveg, þú veist, vil ég ekki svona vita hvað það var á honum. Við þurfum. Við náttúrulega fórum í Gamla bíó eftir því. Nú er ég bara komin í viðtalslega. Já, Aron, við þurfum sko að taka niður allt þitt skraut að við vorum bara, this is ruining our vibe. Svart inn í hérna búningsklefa. Já, byrju, svo cozy. Nei, við viljum bleik. Svo cozy. Ég skil, byrju, voru þið á eftir? Já. Þið voru á eftir? Já, ok, ég hef með allt svart og seríuna. Við þurftum að taka seríuna niður. Hengja bleiku sloppana og við vorum alveg með eitthvað svona aðstofafólk. Backstage. Já. Sko, það backstage. Hann var bara með eitthvað rosa. Já, ég þurfti ró og næði. Nei, það var nefnilega það sem ég fílaði við herbyggi núna. Oftast mitt maður mætir og það er bara stóll, bókstaflega. En þarna var bara komin sófinn í herbyggið og seríur í lofti og bara svona, maður vill hafa þetta huggulegt, þú veist. Rætilistin. Má ég giska hvað það var? Já, giska það. Protein shake. Stykki, já. Protein stykki. Já. Cream of rice. Nei, ég reyndar ekki. Ég kom með það sjálfur. Nautalund. Já. Bara líka niður í búningsherbygginu. Með nautasteikina bara. Og mögulega lóð. Nei, ég var reyndar ekki með lóð. Ég var með, prótistykki, ég var með nauti. Svo er ég með rauðvín og smá champagne. Og svo er ég með salt og steinefni, mango, vimber, eitthvað svona, skilur við. Samtalið fýtt listu, pælið. Það er líka of demanding. Það er svo oft, nei, og líka bara eitthvað svona, þú veist, það er svo auðvelt bara að gera Haribo, þá er maður bara eitthvað, þegar ég er að freka bara með, þú veist, vimber og netur eða eitthvað. Voru þið með rætilista á tilboðinu? Nei, við þurfum að fara að gera það. Já, vera að hendi eitthvað. Það er skrítið að búið til rætislista og svo vera að sjá það sjálfur. Já, ógeðslega. En eftir að byggja mig eitthvað, ég sækja kannski fyrir þig. En þú veist, ef við hefðum gert rætislista, ef eitthvað verið að sjá það, þá hefðum alltaf, þú þarft alltaf að setja smá svona stjörnustæla. Maður þarf alltaf að gera, þá hefðum við kannski sagt, já, M&M en bara bleiku. Þú veist að þá þarf eitthvað að tína það úr. Það er alveg gróft. Ég var lefrind að vera með rætilista. Það? Ég var alveg ekki bíómynd út og ég var með svona trailer alveg huge. Geðveikt cool sko og nafnið mitt var á hurðinu og fann svona smá, þetta er alveg töff sko. Já. Og þá var ég með rætilista, það var með lóð og protein shake og protein púður. Já, duft. Og shaker. That's it? That's it, sko. Ég get ekki verið að leika með rauðvín eitthvað. Nautalund bara alltaf reddi. Steiking gæti verið, svo. Já, steiking gæti verið. Ég reynda að fekk það líka í gegn. Af því það er alltaf svona, það er allir orðnir svo umhverfisvænir, að það er eitthvað sem heitir Veggie Monday á svona setti. Það er eitthvað sem að ég er ekki eitthvað mjög hrifinn af, bara, þú veist, með allir vera eins og þeir eru, en ég borða kjöt og ég fekk það í gegn að fá kjöt á Veggie Monday. Geðvegt maður.
Ömurleg saga, ég veit ekki hverju að segja þetta. Bara leiðin fyrir það er belliðnar samt bara. Já, Mér finnst ekki þetta var ekki nautakjöt. Ó, Nei, einmitt sko. kjúklingakjöt. Kjúklingakjöt. Fuglakjöt, já. Já. En ok, þið voru að tala um svo rætislistu og þannig og tala um frægabólki. Þið væntanlega hafi báðir. Rúrik, þú náttúrulega mætir í partían hjá Heidi Klum. Já, við erum með sama umbóðsmann. Erum við sama umbóð? Þú Heidi Klum. Það er reynda rosalegt. Er ég að fara að spyrja? Það er frá Þýskalandi. Já. Það er samt rosalegt. Ertu með eitthvað tí eða? Já, sem eitthvað tí. Sorry, ég verða að googla hana, sko. Heidi Klum? Já, bitte, sorry. Hann þurfti reynda líka að googla Magna þegar við ætlum Já, það var í alvörunni bara þegar í fyrstu seríu bara, herri, ok, svo er Magni, við sötum hann inn, hann hafði ekki hugmynd hvað Magni var. Ó, hvað það er fyndið. Það var eitthvað lag með Magni eða hvað þetta var, eitthvað svona. Það var alveg heist Magni. Já, ég vissi hver Magni var, sko, en það var eitthvað lag, held ég, sem Ok, veistu hver það var þá? Já, en þetta gerir samt alveg smá vandræðalega oft, sko. Já, nefnilega. Eitthvað svona, En hvað litli krakkin í hópnum sem ég vissi. Hver? Hvað er það að byggja? Tí? Já, ég meina þú hittir oft svona stórstjörnur og svona. Er eitthvað tí. Þetta er eitthvað í hug. Ok. Hvað er það? Ég Þeir skilur bara eitthvað slúður, basically. Já, eða svona, Það er ok. bara svona facts. Já. Slúður er svona, facts? slúður er, Nei. nei. Te er Te bara er eitthvað heldur svona ekki slúður. Það er ekki slúður. Það er svona, þú veist. saga. Já. Eitthvað svona, Já. eitthvað sem þú sást sem var aðtjóðast. Akkurat, Já. ok. Ok, tí. Sem er eitthvað svona áhugavert að segja frá. Og Það er þá tea. er sagt spill some tea. Já. Eitthvað svona. Bilsum, Já. ok. Hvað sástu sem var á kannski ekki að sjá eða... Er það að tala um í Halloween-partíunum? Já. Já. Hvað hana? Nei, bara já. Ég er náttúrulega bara að fara bara í einu hug. sinni. Já, fórstu ekki á, og fórstu í fyrra, fórstu í ár. En ég fór ekki ár, ég var að vinna. Ég var að taka upp Æskes 3. Æskes. Ég fór að fórnaði því, sko. Fórna Það er stór Heidi Klum fyrir æskæs. Já, Það er fallegt. Já. ég bara, það heitir að forgangsa. Já, Hún er þið ánægð með það. já, þið bara þurfa að vera mjög þakkláttir. Fárlega þakkláttur. Já, ég fór ekki ár, sko, eitthvað sem ég sá sem er aðtöðvert. Í því tiltekna partíi? Nei, ekki sem ég... Ertu með svona, hvað heitir eftir? NDA. NDA. Stundum, Þessum partíum. ekki partíum, en bara, þú veist, í sjónvarpáttum og svona. Já. Í verkefnum er ég oft með Já. NDA. Er NDA á Íslandi? Þú veist, er það notað? Ég hef alveg heyrt Að það? Nei, er það ekki? Þú veist, ég var ekki verið að segja einhver tímann að einhver hafi verið með NDA þegar hann held partí og eitthvað leysa. Værið ekki með íslenskt orð yfir það þá? Shit. Hvað er þessi? Hérna, Non-disclosure agreement. Já. Hvað Ég er það bara- íslenska? Non-disclosure agreement. Er það ekki? Ég væri svo til að það væri alveg maður. lost, sko. Já, við þurfum það svo mikið. Já, ég var svo mikið til að. já, nei, þú veist, ég skal alveg hugsa þetta, en svona kemur ekki fljótt upp í hugun á mér. Og þannig að þú hefur svona heyrt um að það sé til á Íslandi. Þess að fólk sé að... Þú veist, mögulega, sko. Þetta er ekki búið til alls konar samninga þrátt fyrir að þú veist bara farið til lögfræðings og lætur eitthvað skrifa undir eitthvað samning. Jú, eitthvað Það bara þannig, sko. þarf ekki að vera eitthvað Já. nafn. Þagnarskyldu samt. Já. Það er endar, já, er ekki jú, það? þegar þú segir það, það hefur heyrt um Maður það. hefur skrifað undir þannig bara í vinnu. Já. Bakaríinu. Bakarín. Það er rosalegt. Varst að vinna í bakarí Þegar ég var 14 ára, já. og bara, herri, Þagnarskyldu- það sem gerist hérna þú Já, þú ég bara, má ekki tala um því. Þið viljið ekki vita. í Rosalega. hvaða bakarí varst að vinna? Kottninu. Koddinu? Já, Öruglega út af þessu. Það fór á haus, já. Gerst mikið te. Stólingum með Koddinu. þagnarskyldu. Ég er bara Mikið bull. te. Kottinu. Já. Hafið þið skrifað undir NDA? Já, Rúrik, Já. þú segir, já. Ég veit það ekki, ég held ekki, sko. Ég hef vel skrifað undir þagnarskyldu. Ég veit það ekki. En það er bara eitthvað svona vinnuteng. Já, en það er bara Bara eitthvað eitthvað svona... þú leikir ekki einhverjum Laun eru upplýsingum. trúnaðarmál, er ekki bara þannig? Já, þú veist, Jú. eitthvað svoleiðis Já, basic, já. sko. Ekki bara eitthvað að lappa inn í eitthvað teiti, bara... Nei, Já, ég það er held bara ekki hvað það strax er sem crazy. þú veist þú ert að fara í svolítið hella partí og lappar inn og er bara að skrifa Ég þetta myndi undir. ekki, þú Nei, myndir ekki einmitt. höndla að vera inn í þannig partí Já. að geta ekki sagt neinum frá því. Jú, Nei. veist, ég myndi bara Þú myndir skrifa svo springa. hratt undir og lappa hann inn og er bara ég er reddi. Þú myndir springa, Nei. þú myndir... falda GoPro, já. Já, Svona bodycam. En þú veist að þú hefur skrifað undir svona, hvað eru afleiðingarnar? Það er bara alls konar, þú veist, geta verið fjársektir, ég er alltaf látið skrifa undir NDA, þú veist, ef ég fæ eitthvað tilboð og þá
þarf ég að heyra eitthvað meira það, skilur Já. og til að þið geti sendt mér bara kynninguna á verkefninu, þá þarf ég að skrifa fyrst undir svona. Já. Og svo þarf ég að skrifa undir, ef ég tek þátt, þá má ég ekki tala þetta og þetta áður en þetta kemur út og banna að posta hérna þegar þú ert hérna og þetta má ekki sjást og þetta alveg bara mega flókin svona listi, sko. Myndi maður ekki gera móti samt? Og þú mátt ekki segja þetta mig. Já, bara glimti og bara svo spila öllum bara síkretunum. En það alveg samningar sem fjölmiðlar fá úti, skilur þú veist. Þú mátt ekki spyrja mig þetta, þú mátt ekki spyrja mig þetta. Og ég þarf að fá spurningarnar áður og Já, fá að sjá. bara hérna. Hvað Bara stemming. Það byrja, ok, þannig að en ég skilða með svona vinnu og þættu og þannig, en þú svo hefur maður heyrst það mitt bara með, þú veist, partíin, skilur, að þetta sé gert einmitt bara, voru ekki allir á MDA sem ditt í partíum, skilur. Jú, hegi. Þú veist, maður bara lesi það. Ég með grunar reyndar að það sé ekki mikið svoleiðis partí lengur, sko. Nei. En greinilega leynast þau ykkstar ef allt Var þetta ditt í dót vera... ekki back in the day? Já, en það ekki bara svolítið búið með, þú veist, ég meina, ég held að það hefur reyndar að vera eitthvað alveg outrageous. Já, maður. Ég held sér kannski meira fali núna, ekki bara svona allir vita að Já, það er meira svona NDA sem Já, einmitt, meira, þú veist, meira afleiðingar, hellari samningar, þú veist, eitthvað sem þú þorir bara ekki að slíta. Einmitt. það er líka með þetta, held ég. Ég held að það sé bara með allt sem tengir Fólk svona hefur Hollywood, missing og sko. eitthvað svona, já. En mér finnst líka að þú veist, það alveg að því, sko, þetta svona svolítið, það gaman að fara út að skemmta sér, það gaman að fara að hitta vini sína og þú veist, stundum ferði dinner og ferði rauðvin og svona og svo ertu kannski komin eitthvað nýri bæ og svona, þá kannski, þú veist, að því maður líka kannski fyrirmynd, skilur Já. að svona, en mann kannski alltaf vel við að ef einhver að taka vídeo á þér eða mynda þér, þú veist, eftir eitt á skemmtistað. Það alveg, það svona eitthvað sem ég hugsa einhvern tímann sko. Ég veit ekki. Jú, það er alveg sens, þú veist, það var eins og hann Cara Delevingne, hún kom til Íslands bara fyrir löngu síðan og manni bara, fólk það var bara tekið síman af fólki þegar hún var komin á, þú veist, austur sem var á þeim tíma, skilur, þú veist, það var bara tekið af bara eittu sér, skilur, það má ekki bara sé fólki því, að það meikar alveg sens sérstaklega að þú ætlar að skemmta þér, fattur að þú sagt ekki bara eitthvað hellar á okkur mynd. Það skrítið samt að segja, þú veist, ef einhver biður mynd, það bara ógeðslega skrítið að segja bara, nei, þú mátt ekki fá mynd. Þú veist, það bara, það passar ekki. Ég að pressa á mig. Ég var hleypt að pissa. Hvað er klostið? Hérna eða þarna, þú ræðið bara, hægri eða vinstri. Pínu lítið blaðarskap. Við tengjum bara. Stundum en stundum byrjum að bara kannski fólk að posta þess ekki, skilur. Já. Hvað er bara allir bara eiga enga saman? Það er ekki eitthvað spes. Já, en þú veist, vissilega er fólk, maður oft fengið eitthvað svona, má ég taka mynd, ég hef aldrei séð þessar myndir. Nei, bara hvert fara þess? Já. Í engasamlið. Já, það bara hljómar illa. Já, þegar maður segir það, sko. Nei, ég skil ekki posta. Svo er þetta bara fólk í gír, skilur, og engin ásetningur senda á vin svona, já, ég hitti Rúrik. Já, bara, þú veist, nulla pæli einhver, bara heyrum að það mynd. Já, hún ekki pásta. Þessum er eiginlega líka fárlegt. Þetta er góð lína. Nei, ég ætla ekki að posta hann innu, sko, þetta er bara gefa sér það bara. En Ísland er svo lítið, við lentum í því bara daginn, þú veist, við sátum hann út að borða og voru ykkur 2 menn, bara eldri menn sem voru bara svona spjalla saman fyrir hotni og við sitjum hann og erum bara að fá okkur að borða og einhverjum ástæðum sitjum við hlið við hlið, yfirleitt sitjum við bara á móti okkur öðru og við vorum bara svona hlið við hlið og svo heyrum við þá byrja að tala bara eitthvað, já, þú veist, ætlaði sé að hlusta ég er svona, ok, þá opnast eyrun ef ykkur segir, þú veist, ætlaði sé að hlusta þá ertu að reyna að búa til eitthvað tís og það þá er í forritin svo fóru þeir að tjekka á okkur þeir fóru að segja alls konar svona setningar ég svaf hjá frænku minni og tjekka hvort það komið viðbröð frá okkur við vorum bara svona what? Já, en það er sniðugt samt Íslenski kallmenn? Já, bara fullvaxnir fullvaxnir human bara það hefði getað búið til svona klaustursmál bara já, þeir voru að tjekka hvort við værum að hlusta það sem að segja þér þetta sem maður hugsaðlega, þetta er alveg pínu sniðugt en ég var samt bara svona, voru þeir að ljúga? Já, svo veit maður það ekki svona byrja sögursagnir svo getur við bara, hei, þessi Palli, hann svaf frá frænku sinni en þú veist, systir mín og einmaður hennar eru fjórmenningar sko. Það? Já, 3 börn og við hittust má það?
Má það? Já, Fjórmenningar maxi, eða ekki? Það hlýtur að maxi, já. Já, hvað er það? Fjórmenningar ekki eitthvað svona... Það alveg frekar nálægt, það ekki? Nei, það er ekki frænka alveg, þú hittir það örugglega ekki fjölskyldubóðin. Nei. Það var samt einhvern tímann rifjað upp að þau hafa einhvern tímann sem krakkar verið saman á ættamóti. Já, kannski ættamóti. Ættamóti þess þetta, já. Hver er það? Systir mín og maðurinn hennar eru... Eru systkini. Nei, hérna fjórmenningar. Fjórmenningar. Já, menar. Það bara bróðinn þá líka, eða ekki? Jú, það er Já. Nei, ok. En þið hafið hérna hitt mikið af frægu fólki gegnum tíðina. Hver er svona frægasta manneska sem þið hafið hitt? Sko, hjá mér er það Young Thug. Ég hitti hann backstage. Solstice? Nei, það var... Nú þarf ég að googla. Það? Já. Thuggerinn, já. Sko, hann var með tónleika í höllinni. Já, alveg rétt, já. Og ég var að hita upp. Eða vorum að nokkru að hita upp eitthvað. Fæk hérna mynda með hann og eitthvað geðvikt dæmi. Bara næs? Já, sko, hann var bara eitthvað mjög chillaður að því. Svona, tók ég hendina mér eitthvað Keep doing you, man. Og bara yes. Ertu með að þetta var á þig? Sko, já, það skrifa hérna. Keep doing you, man. Keep doing you, man. Young Thug. Já, hver er frægastur maður hitt? Já, þú þarft bara góða 10 mínútur fyrir þetta. Já, vá. Nei, já, ég reyndar hitti David Beckham að síðast ári í Los Angeles á hóteli og hann er það mikið idol hjá mér að ég varð að fara að heilsa honum. Og það var á hóteli sem að var, þú veist, má ekki vera með síma. Ok, er það þing? Bara hótel sem má ekki vera með síma? Já, það er alveg út allt, sko. Soho Club, Soho House. Það er sinn bara, þú veist... Mátti ekki vera með myndir á Soho House, til dæmis. Er það bara þá í lobby, eða þú veist, almennum svæðum, eða... Nei, þetta er bara veitingastæðum á hótelinu. Já, ok. Þetta var á Chateau hótelinu. Ekki upp í herbyggi, eitthvað, nei. Máttu alveg með síma en það? Já, maður veit ekki. Það var crazy. Nei, þú mátt bara ekki vera með síma á hótelinu, sko. Eða þú veist, jú, í herbyggi. Já, hlýtur vera. Gæti alveg verið, maður veit ekki. En þetta var mjög skrítið, sko. Það var sama kvöld var Sofía Vergara bara þarna og svo fórum við aftur og borðaði hann kvöldi eftir eða kvöldi áður, ég man það ekki, og þá var Miley Cyrus bara með einhverja akústik tónleika bara fyrir okkur hann í alvöru og hún var bara að spila þarna og hún fer oft og spilar þarna bara svona akústik koncert. Hvað heitir þetta? Hvað hótel var það? Þetta heitir Chateau hótelið í Chateau Marmont. Chateau Marmont, Fraklandi? Nei, þetta er í Los Angeles. Ok. Þetta var þetta í sömu ferða? Var þetta Miley, Sofía Vergara? Miley, Sofía Vergara, Kanye West var þarna líka. Herðu, ekki gleyma hún. Kanye var. Já. Hver er frægastur af þeim? Einmitt. Allavega svona, þú veist, Beckham, ég held... Er Beckham ekki... Miley Cyrus, Beckham, Kanye. Ég myndi halda Kanye. Ég held Beckham. Ég held Beckham. Já, svona fótboltaspilar notum allan heim. Já, reyndar. Hann er icon líka, já. Bara alltaf verið idolið mitt, skilur, misti mig inn í mér. Já. Og hvernig helst, náður halda kúlunni? Já. Hvað sagður þau? Ég sagði bara, þú veist, ég sagði bara, sæll, mér langar bara að heilsa þér, ég heiti þetta, ég er frá Íslandi og þú veist, bara fyrirmyndin mín, skilur þau. Mistur ekki bara út, I love you? Nei. I'm a huge fan. Nei, ég held ég hef ekki sett I'm a huge fan. Af hverju ekki? Er það eitthvað vandræðilegt? Nei, ég sagði bara eitthvað mjög, þú veist, basic. Hann var, þú veist, þú veist. Var hann bara einn eða var hann með Viktoríu? Nei, hann var ekki með Viktoríu, hann var með bara vinum. Þannig að þetta var bara, já, þú veist, mjög venjulegt moment, sko, en gaman fyrir mig. Ógeðslega moment að heita David Beckham. Nei, bara, þú veist, skilur, ég var ekkert eitthvað, ég veit ekki hvað segir maður, skilur, mér langaði bara, þú veist, skilur, hann hefur bara með eitthvað svona aðdráttarafl, þú veist, frá mér, skilur, eða gagvart mér, eða til mín, er ekki? Jú, eða ekki, jú. Mér langaði bara að heilsa honum að því að, þú veist, leitu upp til hans alla ævi. Var hann ekki bara nettur, eða? Jú, bara ógeðslega næs. Já. Hvernig leiðir lappi burt, varst ekki eitthvað svona... Það er kjánalega. Þetta var, maður færi alveg smá svona kjánarhóll þegar maður
sjálfur bara, þú veist að maður fann. Sko, Já, Birta misti sem daginn. Nei, Á Nópo hótelinu. Nei, ég misti mig ekki. Hvað? Þetta ekki manneska sem ég er mega fan yfir, Það en er ég var verra. bara, já, það er eiginlega verra. hvernig heitir þið? Við hittum hana Camila Cabello. Já, ég heiti hana líka hjá Klum Nice. á síðasta ári. Já, og sko, Shit. Sunniva bara hvað stend, af því að ég sest niður og ég sé hana og Sunniva er eitthvað svona, ok, ég ætla að fara að pissa, þannig ég sjá hana leiðin tilbaka. Þannig að þú veist að Ég því að gat ekki séð hún hana gat ekki út frá hnakkanum. bara snúið sér við, skilja, Já. það væri of obvious. Það var búið að banna okkur að taka myndir einmitt í lobbyun á hótelinu. Þeim bara taka eitthvað svona outfit pics, það var búið að banna það, þannig að við eitthvað svona, ok. Og Sunniva eitthvað stendur eitthvað, ég ætla að fara að pissa og ég eitthvað, ok. Svo bara sé ég að hún er að fara. Ég verð að vita hvort það sé hún, af því hún lúkka eins og hún. Og ég eitthvað svona, sorry, þú veist, ertu Camila Cabello? Hún bara, já. Og þá gleymdi ég alveg að segja það. Þarna hefði verið betra að segja, I'm a huge fan eða eitthvað svona, I love you eða eitthvað þannig. Ég bara, can I take a photo? Bara eitthvað, no. Bara, gæði. Hún hendur bara í nóg, bara. Já, hún eitthvað, Ice cold. I'm staying at this hotel, eitthvað, þú veist. Já, Og vildi hún bara, já, sem já. ég skil, mjög Algjörlega, eðlilegt. Þá var ég bara, og hún bara, svo hrósa á mér, eitthvað svona, you look very good, eitthvað, og ég bara, thank you. Hún sagði ekkert eitthvað YouTube Nei. eða eitthvað þannig. Bara, Thank you. Og Vildu Sunniva bara, can I get a picture? Ok, nei. Já, ok, Bara, bye. Og Ég var bara, hvað En sagði ekki svo líka eitthvað? sko það sem Já. að, þú veist, eins og hún var í partíinu hjá Hætti á síðasta ári og þú veist, þú var með einhverju vini sínum og þau eru bara alltaf að spjalla við einhver á svona, og hún satt bara, þú veist, bara svona á einhverju borði allt kvöldi. Þannig að þú veist, ég held að sé líka alveg appreciated Láta hann í friði. fólk, nei, bara að fólk tali við hana, Já. skilur já, já. Á hann eigi bara fans. fullt af, Já. nei, líka bara, þú veist, bara venjulega samræður, skilur. Já. Maður er Já, oft einmitt. úrslega skemmtilega samræður við bara eitthvað random fólk. Já, það er sem að rétt. er líka oft kannski missing hjá þeim, þú veist, Þessi bara mikið ógeðslega margir eitthvað. þekktir bara ógeðslega einmana Já. og þú Já. veist að því að þorir enginn eitthvað að tala við þau eða Já. treysta sér ekki eða eitthvað svona. Einmitt. Eitthvað yfirborðskent, Já. eitthvað svona, Það sé alveg sjónamið, sko. Þetta er þetta fárlega góð punktur. Næst þegar maður hittir eitthvað, að pröfa að detta bara frekar í samtal, heldur en að, Já. það er bara, what are you doing in London? Þú veist, þegar maður hefði að taka þennan bara. algjörlega, sko. Og hvað ef manneskinn er bitch við þig, þá var það bara saga. Þá var það tí. Þá var það tí. Það var að tí, Já, sko. Já. það var Bæði tí. Já, Já, gott getum veginn. að koma heim, spill some tea. Frekar bara að spurja. Akkurat. Hvað er leiðilega stjórna sem er þitt? Leðilegasta Já, stjórn bara svona dót sem þeir eru bara svona, að þeir hafi ekki heyrt Never Meet Your Máli vera Heroes. íslensk líka. Já, Helst. Má vera íslenskt. helst. Dem, Vá, sko, ég sé bara fyrir mér, þú veist, eitthvað á vísi og eftir bara, þú veist, leiðilegasta eitthvað skilur. Vísi hlust, það er ekki. Nei. Vísir þetta að hlusta leiðilegasta farði. stjórn. Ég veit Ok, svo ekki, þið hafi vel heyrt Never Meet Ég Your held, Heroes. ég er eiginlega með smá theory með þetta, sko. Ég held að það er engin stjarna sem er leiðilegur, skilur. Allavega í dag. Er það ekki? Ég held bara að, þú veist, ástæðan fyrir velgengni hjá fólki er að þau eru bara ógeðslega næs og kamó og geta önni með öðru fólki og svona. Það er alltaf mín svona reynsla, sko. Og eiginlega því meira successful sem þau eru, því minni biturleiki, því minna óöryggi, sem þýðir bara meira næs. Maður er samt heyrt svo mikið öfugt. Já. Þú veist, eins og með J-Lo. Maður hefur heyrt ógsta mikið og hún sé bara Algjör. dónaleg við Já. fólk og eitthvað svona. Já. Já. Það sé kannski alveg eitthvað að því líka, en já. Hvað, hefur vá. þú hitt það? Nei. Er hún dónaleg? Já, nei, ég veit ekki það, sko. Ok, ok. Það var að koma Ég er eitthvað svo fyrir svona. mikið Hvað komum við haust? Bara Kom einhver eitthvað. manneska, eitthvað nafn? Nei, bara... Nei, alls ekki, sko. Nei, alltaf bara að segja, þú veist, ég veit ekki. Nei, hvað séu, hver er dónar? Hver er þetta sem að þú varst að segja? Sko þú veist, ég hef ekki hugmynd. Leiðilegasta stjárna sem ég hef hitt, þú veist. Það er svona, þú veist, þið hafi heyrt Never Meet Your Heroes. Að bara Já. svona, með bara, þú ert bara, geða spennt að hitta þess og svo ertu bara, ok. But þetta I've never var- met my hero, sko. Nei. Hver er your hero? Ertu ekki með... Það er bara ertu með Drizzy þessa spurningar bara í Drake, hausnum? Drake. Ég er Já. bara, þú veist, ertu Ég ekki held með þetta að það. skrifa niður og... Nei, þetta er bara forvitni. Já, Þetta er bara- Já. En mér finnst það geggja, mér finnst það geggja og þú Já, veist að láta já. okkur hugsa líka, sko. Já. Þú er hitt fleiri stjórnur en ég. Nei, þú eru ég með Young Thug, sko. Þú veist, slaka á hann, sko. Hann er Þú veist, svona partí sex á manns Hæti. bara. Bara góða mæli, Og bara einu skipti. bara alltaf þetta sama veitingastennum. Nei, þú hefur Young Thug. Nei, maður, ég er lost, sko. Ég, hérna...
Þið þurfum ekkert að svara þessu. Nei. Hver leiðilegast sem þið hefur hætt? Stjarnan. Á Íslandi. Á Íslandi. Góð spurning. Herðu, ef að fara í spurningar sem að Já. fans Já, maður. Let's go. Ice Guys fans. Ice Guys fans. Ég vona þetta sé svona juicy. Hvað Hvað svona margar? Já, það er alveg margar. Það? Sendin á hann, sko. Í alvöru. Já. Það er örugglega mjög mikið svipað. Ok. Dyrka þetta. Já. Maður fór smá meira te. Herru, ég gæti reynda smá te Þetta líka. green tea. Þetta er green Það tea. er green tea. Nice. Það er hellað green, sko. Getur þú gefið Arnur líka? Já. Takk. Það getur smá heitt að vera með þessa húum. Ég veit að þetta er Takk. Allt fyrir Það er lúk. jólin. Það Já. er vibes. Herðu, hver kom með hugmyndina af þessi boyband? Johnny Johnson. Johnny J. Já, hann bjóð til, hvað var það ekki á Instagram? Bara bjóð til einhverja grúpu á Instagram Jú. sem að senda eitthvað vídeo að sér heima á sér super basic eitthvað. Já, strákar, ef við ekki að hittast og gera eitthvað skemmtilegt, kannski hendi eitt lag eða gera eitthvað og við allir bara, jú maður, let's go, gerum það. Nei, ég var ekki það sko. Nei, ok, allir nema Rúrik. Ég var bara eitthvað rugglega. Hvað á ég að koma með að borðinu, skilur við? Á borðið. Voru það akkurat þið allir eða var eitthvað fleiri eða? Þetta voru bara við. Það voru bara við, sko. Málið er að ég var ekki alveg til í þetta, því ég bara, þú veist, hvernig útskýrir maður svona? Þú veist, þannig að ég eiginlega fór fram á bara þetta þarf að vera eitthvað stærra, þetta þarf að vera sjónvarpsþáttur eða eitthvað fjandinn, skilur, sem að útskýrir það að 1 39 ára og 1 22 ára sé að gera lag í strákasveit saman, skilur. Þeir eru svipuðum aldrei, sant? Já, ég er svipuðum aldrei. Þannig að já. En við tókum, já, var þetta ekki bara eitthvað fundrið með á Johnny? Ég man allavega eftir því hittumst eitthvað heima á honum. Nei, svo var ég bara eitthvað að tega kaffi í Garðabæ og Máni Péturs sem er svona sjálfskipaður umbóðsmaður Ice Guys. Nei, djók, samt ekki djók, samt smá djók. Og hann eitthvað, þú ert að fara að gera þetta, sko, þú veist, og þetta verður geðið, sko, þetta er bara svo gaman og ég bara eitthvað, ok, prófum þetta. Þannig að þetta bara fáránlega skemmtilegt, sko. Já. Og fóruð þá að gera lag strax eða fóruð strax bara Já, að sko, þetta var... Þá fórum við að hitta Hannes og... Já, þetta var alltaf eitthvað svona, þú veist, já, ok, gerum lag, ok, nice, sjónvarpsþáttur, ok, hvernig sjónvarpsþáttur, allt í einu mættur einhvern fund með Hannesi. Þá var það allt í einu eitthvað svona, heyrðu, ok, leika ykkur sjálfa, smá twist, þú veist, og svo allt í einu erum við hér, sko, grínlist, þetta búið að vera bara eitthvað svona, Og gerast hratt. Já, mjög, sko. Já. Og hérna, já, gaman. Hann JJ á heiðurinn á hugmyndinni. Já, og nafnið held ég mér sér líka, Ice Guys. Já. Vá. Var það í alveg eitthvað sem að hétt líka Ice Guys? Annað band? Já, Já. Við fundum það út eftir á það. Það er eitthvað bara svona sólífissi, sko. Já, ok. Var það eitthvað vesen? Nei, það var ekkert Alls ekki. Það er ekki. Það var leikið. Það hefur verið mjög gott ef það hefur verið, já. Já, og eitthvað sem spyrir hérna hvað verða margar serjur. Þeir allar búin að gefa upp að það verði 3. Er ákveðið eitthvað meiri eða það? Ég held að 3 ár séu bara fínt tala, sko. Trilogy, ég held það, sko. Allavega, já, eins og staðin er núna. Já. Eru við þar, sko. Hvað er hérna uppáhalds Ice Guys lagið ykkar? Er það jólalagið sem voru að gefa út? Mitt er eiginlega jólana, það heitir Þegar vetur. Þegar vetur? Já. Ok. Það er mjög næs lag, sko. Á mínum mati. Sko, já. Mér finnst líka að það er eitt lag sem ég langar að gera shoutout. Það er Fegustu blómin vaksa vilt. Mér finnst það fallegt lag, sko. Já, ég sammálaði. Það er mjög gott. Það var svolítið farið under the radar, þannig að ég var fyrir að checka á því. Já. Hversu vel? Já, ég veit ekki, sko. Vá, ég á alveg nokkur upp á þessu æskæðslegu. Ég held að stingi inn í steinin sé mitt svona, það heitir alveg heim, sko. Já. En síðan finnst mér til dæmis, þú komst með Jólin til mín coverið. Já. Elska, dyrka. Og svo gemmur líka geðett og hérna, nei, já, ég myndi segja að stingi inn í steinin var ég hérna. Draumaprins gott. Draumaprins geggjalag. Ok. Er það að bulla nöfn eða nei? Nei. Ok, ég var spástund var að tjekka, þú spástund var svo, er það að testa okkur og segja þetta? Nei, má ég testa þig? Já. Hvað þekkir mörg Ice Guys lög?
sko, við vorum að ræða daginn, maður kann lögin ykkar, maður kann þau, af því maður heyrir þau það oft í útvarpinu, að maður getur sungið með öllum lögurum, þótt maður sé ekkert endilega eitthvað svona, með okkur playlista, þú veist, en það er ótrúlegt, þetta er svona heilalím eins og við vorum að tala þetta er svona smá heilalímstexti. En þú ættir að nefna 3 æskæslög, right now. Krumla, og stingi inn í steinin. Draumaprinsinn. Vilt blóm vaksa eitthvað. Fegurstu blóm, right. Nei, já, krumla. Maður þekkir öll þessu lög, en... Ég ángurs veit ekki hvað. Nei, ég hef ekki börn heldur, sko. Þannig að ég þekki ekki. En þetta ekki þetta, þú veist, við vonum þetta, þú veist, þetta sé ekki bara eitthvað barnakoncept. En þú veist, það eru... Nei, ég fór tónleikar ykkur fyrra, sko. Já. Með engin börn, sko. Það var mjög gaman. Ekki, þetta er nefnilega... bara á tjúttinu, bara að hafa gaman, ekki. Sko, orkan sem við fengum frá krátinu var í ruglinu. Það er bara, að því málið er að, þú veist, boyband, bara Backstreet Boys, NSYNC og svona. Þetta er svona létt, þetta er svo mikið klísja að þú bara ferð alla leið inn í klísjuna, líka þegar þú mætir á tónleikana. Það voru allir bara eitthvað í denim on denim að mæta og búin að köpa sér einhverja bucket hatta og mætt með einhverju sólgleru og tók þetta bara alla leið og það er svo auðvelt að taka svona koncept alla leið af því, þú veist, ef þú gerir það ekki þá eiginlega verður þetta skrítið. Já, ég er sammála því. Þú þarf að fara all in ef þetta, já. Það getur ekki half-essa. Það er ekki hægt að half-essa þetta. Þess vegna getum við ekki mætt í Laugardalshöllina og dansað á einhverju venjulegu gólfi. Ég er sammála. Sko. Það er ekki leið. Svona flutningabílagólf, skilur það, svona eittur viður. Glemdu því. Það er ekki nóg gott, sko. Ef við mættum gera lag með hvaða tónlistamanni sem hver væri það? Bara in the world, maybe. Já, bara in the world. Þetta er skemmtileg spurning. Sem persóna eða sem Ice Guys? Bæði. Ok. Með Ice Guys myndi ég mjög mikið vilja gera lag með, veist, Backstreet Boys eða Justin Timberlake. Það væri grjóthart, sko. Það væri geðvögt. Bruno Mars. Bruno Mars. Sem einstaklingur. Þar ég einhvers staðar aðeins með eitthvað svona country eitthvað. Aha. Já. Ok. Hvað er það að tala um? John Mayer. Já, það væri þetta sturla. Sexy Rue og John Mayer. Mann veist á það. Já, ekki segja það bara. Já. Ég ætla að vera, ég myndi segja Travis Scott. Já, Travis Scott. Og þetta er góð svör. Eru þið með secret talent? Það er fálega góð spurning. Já, einmitt. Sko... Er ekki nóg að vera bara að syngja og dansa? Nei, secret. Ég myndi segja... Þeir kunna náttúrulega syngja ekki. Þú ætti lag á Spotify. Já. 3. Einmitt. 3. Sexy Rue, Older og Older Acoustic. Ég telst með, sko... Ég var að æfa break í proper, sko... 5-6 ára eitthvað ég var lítill. Þannig að þú veist, maður heitin talent, veit það ekki, en ég kann að breyka. Já, sem ég. Það snúður á hausnum með það. Ég kunni það. Já, ok. Ég get samt farið upp á hausnum, skilur, ég get ekki tekið snúningin. Þessi bara æði þig. Já, það var einmitt gott að bæta það inn í eitthvað. Ég sammála því. Fyrir höllina. Það sé hægt að taka á glansstúknum. Já, hann er mjög gott. Ég held að það sé auðveldara að þetta flutningagólfi. Annars verður bara að fá flís í hausinu, sko. Þannig að við þakkaði mig fyrir hennar glansstúk, sko. Það er okkur ástæð fyrir glansstúkum. Já, það var eitthvað sturglað. Hidden talent sem ég veit ekki. Elda. Já. Skaman að elda. Ok. Geðvikt. Hvað finnst þér gaman að elda? Bara alls konar. Fisk og kjöt og salut og bara hvað sem sko. En það er enda smá að því að leiðilegast sem ég geri í heiminum er að fara í súpermarkaðin. Já. Það ég þoli það ekki. Ég bara lappin í súpermarkað, ég kemur eitthvað yfir mig, sko. Ég bara... Overwhelming. Ég veit ekki hvað það Já, underwhelming. Já, ekki heima hérna. Já. Ég veit það ekki. Nei. En, já. Finnst ykkur ekki skrítið að taka upp þættina í almenningi eins og á þjóðhátíð eða á menningarnótt?
bara skemmtilega sem ég gerst, sko. Mér finnst það auðvitað skrítið smá, en það bara hittar öðruvísi að maður eitthvað meðal fólks og sérstaklega maður svo í eigum, þjóðhátíð í eigum, skiljið, þú veist, það náttúrulega bara, ég veit ekki hversu mörg þúsund manns eru þarna og svo við eitthvað að grallarast þarna á milli að tróða okkur þarna inn og þú veist, það vissi enginn hvað það var þá. Nei, einmitt, og það atriði þáttunum í 4. þætti á seríu 1 þar sem að við erum að svindla okkur upp á svið og Molly segir við mig dansaði þig fram hjá öryggisvörðanum og ég var bara hana með 2 kamerumenn og ég átti bara að vera eitthvað að dansa Herjólfsdal og fólk var bara, veitu hvað hann? Oh my god, já, meinar. En þú veist, þú fær bara að gera þetta, skilur. Já. Og þú veist, þeir eru drull, en ég get alveg ímyndað með hvað fólk hugsaði, skilur. Það var verra að vera í falimyndavél samt. Já, reyndar. Við erum með bara þá veistu að það er eitthvað point. Já, og fólk sem er að grínast það ekki. Er það bara hans þessi aðeins búin að fæsa. Rúrik dóttir nýju það. Vá, hvað fyrir þið? Mjög mikið, margir að spyrja bara hvernig byrjaði pælingin með Ice Guys, svona eins og þeir eru búin að svara. Það eru svona, ég myndi svona 10 mismunandi manns búin að senda svona 100 sinnum inn að Aron Khan, þú ert að checka aronkhan.fanpage á TikTok. Það var að checka því, já. Ég har aldrei séð það. Nei, ég held ekki. Og það eru leiðilegt. aronkhan.fanpage. Já, það var allir að senda það. Þetta er rosalegt. Þetta er vinkonuhópur. Það er með TikTok fanpage. Ég er með það í símanum, sko, en ég fer aldrei. Ég verður við verðum að kíkja. Ég verður að kíkja í vídeo. Bara hvað er að gera þarna. Svo er líka eins og segir, ég held að þetta sé mest iconic strákagrúppa. Er vandræðalega mikill Ice Guys fan. Það er rosalega margir að segja þessu geggjaðir þættir. En hver er ykkar biggest fan, spyr einn? Hver er okkar hvað? Biggest fan. Biggest fan, bara ever? Já, bara okkar biggest fan. Já, bara einhver svona einn. Já, þannig ekki ekkur úr að segja mamma mín eða eitthvað svona. Já. Ekki segja þeim svarir. Ég veit ekki hvernig annars þetta svarir. Jú, þetta fjölskyldan alveg mega supportive, sko. En ég held ég verið að nefna, sko, ég með svona aðdáendahóp í Þýskalandi og það er að koma til Íslands, sko, á 4 af 5 tónleikunum. Vá! Það er alveg... Það er dedication. Mjög dedicated, sko. Það koma allstaðar sem ég er eins og þetta er skemmtið þáttum og sumar kera 8 klukkutíma bara til að koma að vera í stúdíónu, skilur. Það er alveg fans, sko. Já, það er rosalegt. Það er geðvögt. Já, og bara alla tónleikana, þú veist. Ég flýg alveg með landa fyrir tónleikana. Já. Það er alveg... Hvernig náður miða líka? Var ekki uppselt og... Nei, ég hef ekkert með það að gera, sko. Þetta er Instagram drottningarnar, þannig að Úrsula og við erum með nöfn Dr. Viktor hennar Rúrik fanpage svo erum við takkaðir í allt líka, sko. Já, þetta fyrir ekki fram í ykkur. Þetta er þetta fanpage þetta, Aron, það er alveg nóg. Já, ok, vá. Heyrðu, bara 13 ára kann hana. Já, það er alls konar, sko. Er þetta hárið þitt hana? Er þetta grínast? Þetta er rosalegt. Þetta er geðveikt. Er þetta farið í þetta hár aftur hann að sjá? Ég hugsaði þetta daginn með langast smá, já. Það er hann að fyrir neðan maður aðeins, já. Eitthvað, þarna hárið? Já. Hann að slegið hana, þetta? Já. Þetta er grjót. Oh my god. Já, Ég vil fá þetta aftur. Þetta er eitthvað smá svona, já. Snúðurinn maður, já. Þannig er þetta komin í vítarhingin en að raka á hár. Já, það var náttúrulega ennið alltaf. Þetta er skemmtilegt, þú voru að tjekka þetta. Aðeins og, já. Stærsti fan, my biggest fan er Theo, sonur minn. Já. Hann Er hann Ice Guys fan? Já, guðminn góður. Já, ógeðslega sæt. Bara pabbi, vill bara hlusta á pappa, elskar Ice Guys, búin að lesa bókin, búin að vera bara með andliti í bókinni síðan kom henni heim, sko. Ég var bara krútlegt. Já, ógeðslega. Það er ekkert eðlilega krútlegt, sko. Já, þannig að ég verð að segja hann. Mjög krútlegt. Þessi góð. Hvaða Kardashian væri hver og einn? Það er það fáránlega góð spurning. Hvaða Kardashian?
Bruce á mig held ég. Nei, hann ekki Bruce. Caitlyn. Shit, Er já. hann Kardashian? Sorry, hvað sagði? Caitlyn? Já, ég meina. Caitlyn. En hann var líka Jenner. Ég væri Caitlyn. Nei, veitu, hvað var það hérna? Caitlyn Jenner. Rob eða... Já, Rob Kardashian. Já, hann einhver plantur hann eða... Er hann góður á því, já? Hann á að vera ágætur í dag. Já. Já, ok. Hann er alveg behind the scenes. Var í smá sósi þarna. Já, hann var í smá sósu, sko. En Birta, þú ert náttúrulega Kardashian fans. Já, ég er svo Hvað myndir erfitt þú- með að marka hver væri Kim, sko. En Já. svona með það sem þau eru að segja, þá held ég kannski smá Árni. Já. Átni var Kim. Já, Ég held að Átni sé mamman hana. já, Chris. Chris, já, reyndar, það er góð punktur. Ég- Running the show. Já, ok, það er reyndar Er rétt. hún ekki svolítið, þú veist, að... Hún er the momager, sko. Já, Já, Já. ok. Ápá, alltaf. Ok, Já. ok, Ég myndi segja það. ok. Já, ég veit ekki hver maður. Þú veist, ég bara veit ekki hvað þeir eru allar að gera, sko. Þú veist, Ég myndi hvað segja að ég væri... þú veist, defænar það, þú veist, að Er ekki fucking... Er hún ekki drullu chilluð, hún hann að... Árni. Nei, hún... Hún er ekki chilluð. Nei, hann að... Kendall, maður. Já, Mér finnst hún alltaf eitthvað... Ég Aron tengi gæti alveg verið smá við Kendall. hana, sko. Já. Aron getur ekki hendur. Hún er bara eitthvað svona... Mér finnst Hún er líka Kendall Scorpio. alveg... Er Já. það? Damn. Ádóm. Já, hún er Scorpio. Hver er þetta sér? Kendall. Kendall Jenner. Já, ok, það er mikið Mér sens. finnst Kendall alveg afskaplega huguleg. Hún er Hún er það. það. Mér er bara, Hún er það, núna sko. ætla ég bara... Þú ert ekki Vá, einn um þetta kom bara það. frá hjartan. Já. Já, já, Hefurðu hitt hana? Nei, því miður. hún er Einn Miður, sko. afskaplega huguleg. Já. Hún er Já. það. Hún er líka svona, þú veist... Ég veit það ekki. Það er eitthvað svona... Hún er svona natural... Eða, þú veist... Ég veit ekki hvernig maður... Hefur þessi fyrir og eftirmyndir? Er það? Já, er ekki allt eitthvað búið að... Nei, ég veit það ekki. Er hún ekki svona minnst? Maður veit það ekki. Nei, Þetta svona... er svo... Já, það er það rétt. Þetta er svo fínt í dag, sko, maður veit það ekki. Já, ég veit. Kannski? Anywho. Ég hef ekki hugmynd. Jú, hún er natural. Nei, ok, ég veit ekki. Hver væri þá Kim? Árni er Chris. Hvað gerir Kim að Kim? Á með Hún það er- hlýtur að vera Rúrik. Það hlýtur að vera Rúrik, já. Svona dúkin og það. Já, jú, þú ert Kim. Er ég Kim? Já, þú Já. ert Kim. Ég er Kim. Hver er ekki þessi Kourtney? Hún svona þykistu vera gett chill og drullu sama en er síðan Já. Alltaf sár og svona. alltaf svona frekar sár. Sár, Fílu ok. kannski. Sár er Fílu. smá erfitt. Ok, fílu kannski. En... Sár og... Áður en það sár og fílu. Hvað hugsaðu eru? Frikki. Já. Ok. Ok, já. En hann er ekki sár og í fílu. Jú, jú. Nei. Núna er hann það. Og Jón Jónsson er þá Khloe Kardashian. Sem að gera Sem er eitthvað. svona jolly og... Já, Já. Já. Alltaf í góðu skapi. já. 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 Svona yfirleitt. jú, Svona ok. mamman á hópnum. Það Já. meikar sens. Bræðirnir eru, þú veist, þeir eru bara svo næs, skilur. Já. En þeir eru alveg með skoðanir líka. En þú veist, þeir Já. eiginlega eru meira meðvirkir en skoðana. Khloe er Já. alveg meðvirk. Já. Já. Já, þá eru þeir Chloe. Ég er en ekki Kim, Kylie. Ég sé alltaf að Aroni leika mér með allt Kendall. úti. Nei, ég ger það líka. Átni Já. er bara, Átni er hérna, Átni er þá hann hérna, Chris. Með Chris. Chris, Já, já. Chris Jenner. Þetta minnst þetta er gott. Já, það er gett. Já. Það En er af hverju ekki heitar alltaf, byrjuður ekki mamma er og pappi Bruce og Chris Jenner? Er þetta Kardashian bara eitthvað? Já, nei, sko, pappi þeirra var náttúrulega hennar lögmaðurinn. Já, sem að O.J. var, Simpson. hvað heitir Robert hann? Kardashian. Robert Kardashian. Svo tók Bruce Jenner við. Já, hvað? Það var stjúpa Byrja þeirra. á- Stjúpa verið, já, akkurat. Tók við. Einmitt. Tók við. En hann er pappi hérna, Kendall og Kylie. já, Já. Kylie, hver er Kylie? Hver er Kylie? Það er Já. nefnilega... En hvað gerir Kylie? Kylie var ég bara hvað með hinn. Hvað myndið þið segja? Hvað lýsir henni? Sko, ef við tökum ekki mömmuna með, Mm. þá væri þú Kylie og Árni væri þá Kim. Kim, já, Það er jú. Makes Jú, sense. ef við myndum sleppa Kristjanir, já. Það hegja. Jú, af því þær eru tvær svona, já, í samla. Já. If you know, you know. Já, if you know, you know. Ætlið þið að taka þátt í söngvakeppninni 2025? Er það eitthvað rumored? Söngakeppninni? Já. Eurovision. Já, Eurovision. Nei. Nei, Þeir segja það ekki. Já, nei. nei, bara Bara svarið er nei, sko. Beint í Eurovisioni. Þetta er ógeðslega tímafrægt. Já. Og Þú hefur farið þá? Nei, ég meina, þú bara, þú veist, við erum bara, af því allt sem við gerum er bara, við erum fullkomnunar sinnar. Já. Það er þannig, sko. Og, Það væri samt alveg geggjað að hafa ykkur í Eurovision. Við já, þurfum að keppa mót ykkur öðrum þegar þú ert orðin svona stór stjarn. Já, en ég meina, þetta er samt orðið bara eitthvað, hvað Justin Timberlake kom daginn en það bara eitthvað í
Haldið að Frikki myndi aftur fara að reyna? Já, meina það. Já. Mér finnst reyndar að, umræðan Eurovision svona, Já, hún er orðin eitthvað leiðilega. Já, er þetta ekki alltaf svona eitthvað gleði bara á allir að reyna að hafa gaman, skilur við? Það heldur það. Þannig að mér var svona illa veið á góðri konu hann í fyrra Heru. Ég fylgst ekki með þessu fyrir. Ég glemdi þessu bara. Er pabbi Rúriks í þáttunum alveg pappans? Þetta alveg pappin? Betur, eða þú veist, karakterinn sem betur verið ekki eins og pappin, sko. En er þetta pappin? Nei. Nei. Hann heitir, Guðbrandur. Hva? Og... Kongur? Nei, hann heitir ekki Guðbrandur, hann heitir Rúnar Guðbrandsson, sorry. Leiklista, menntaður Kennari ekki? Jú, kennari á Allabakan og pabbi minn svona íhugaði í smástund að setja lögbann á þess að þetta í gríni, skilurðu, en þú veist, það er ekkert gaman eða þú veist, pabbi minn er reyndar algjör humoristi, sko og hefur bara gaman að þessu, en ég veit að honum þetta alveg vænt að það kæmingst það fram að þetta er ekki alveg pabbi minn og hann er ekki svona Já, en þú ert hérna til þess að clear the air, þetta er ekki alveg pappin. Já. Ok. Rúrik verður að taka older. Ha? Já, Yes! Það er ándjóks. það er ándjós hérna. Yes! Þú verður að Ekki taka að ljúga. older. Í alvöru? Já, Sérðu? bara Rúrik verður að taka older. Hver er þetta? Ég veit ekki. Þetta er a missed huge það. fan. Elskar þetta maður, let's go. Já, það tekir bara bæði older, Já. acoustic og Og mjög getur mann aðri meðlimir til greina. Fyrir auðvitað magna þá, kannski. Jón segir ekki. Nei? Nei, já, Og bara trúið því. Hann vippaði þessari grúpi bara Já. upp og, já. Ok. Ég held að segja Jónsi er ekki. Ég var bara, hvað þýð það? Já, Jón segir ekki. Nei, Jón segir ekki. Já. Já, Jón segir ekki, Já, já. ég skil. Já. Jón segir að það sé ekki. En það er enda góð spurning til ykkar. Mætti ég fá smá te? Ég var Já, reynda til í te. það er meira til hann einu meina því. Nei, ég held að það sé góð með það líka. Ó, Já. Ég er með smá líka. Grænt te. Fólk heldur 100% að þessum að drekka eitthvað áfengi. Já, Það nei. er orðið eitthvað svona, já. Nei, En ok, Ice Guys, hlustið þið oft á teboðið? Mest á. oft líka bara hafið þið kannski. Hvað er oft? Hvað segirðu, hlustið þið? Hafið þið. Þetta var svo Þetta er ekki botfulli, sko. Tímdi ekki meira. Lítið te. Hversu oft er oft? Ég hef hlustað. Jaha. Já. Hvað þá? Á hvað? Teboðið? Það er svo hlaðvarp. Já! Ég hef heyrt tilbúið. Ég veist te, já. Já, þeir eru, sko, það er ástæða fyrir ykkar velgengni, sko. Það eru mjög skemmtilegar og ég er bæðið að skemmta en konunglega að vera að sita hérna. Mjög sammálaðið, mjög Þetta sammálaðið. er ógeðslega gaman. Ég þarf að fara meira í svona hlaðvörp. Þau eru ekkert, hinn er ekkert svona. Nei, svo er það, sko, ég reyndar, já. Það er En ég leiðilegt fyrir ykkur að fara í hlusta- annað eftir þetta með Já. það, skilur. Ha, Það er leiðilegt fyrir ykkur að fara eitthvað annað Já. eftir þetta. Það verður Já, alltaf að byrja á downhill. toppnum. Já. Já, Já. það er góða punktur. en En já, ég hef hlustað. Já, ekki. þú hefur listað? Já. Næs, ég hef ekki gert það. Nei, En Ég ég er ætla mikill svo podcast sannarlega maður, að gera það. Já. byrja Ég núna. flýg 100%. mikið og svona rosa mikið að hlusta á podcast. Það er Já, næs, sko. Já. Já. Rúrik, fatta þínir worldwide aðdándur að þetta er grín. Einmitt, stærstu áhyggjuna sem ég hafði einmitt, þegar ég var að segja, veist, já eða nei við þessu var hvort að þau myndi fatta þetta. Og, veist, þetta var nýkomið upp, þá fór ég einhvern spjallþátt í Þýskalandi og við bara spjalluðum og, veist, allt í góðu og svo bara, ég var að heyra að þú væri búin að fá draum þinn uppfylltan. Og ég bara, nú, byrju, you're in a boy band. Bara, wow. Ok, stopp hérna aðeins. Þetta er ekki stærsti draumurinn í lífið mínu. Þannig að í byrjun allavega heldur allar að ég væri bara, þú veist, í maníu. En akkur er svona vandrarlega Já, að vera hvað er að boyband? því að vera boyband? Er það kannski að þetta er boyband, ekki man Nei, band? kannski maður Já, bara þannig að svart man ekki smá band. grín dæmi á Já, baku. já, þú veist, það er alveg stór grín undirtónn í Ice Guys. Já, Þú veist, við leggjum okkur ógeðslega mikið fram í tónlistina. En þættin er þetta bara grín frá A til Ö. Og svo er líka bara, þú veist, það er alveg
eins og ég sá þetta fyrir mig fyrst, þú veist, Jón að vera 40, ég 36 ára, Aron 22 þá, Já. Veistu, 22 ára þetta byrjaði, shit. Nei. 3 ár Já, 923. Já. Þetta var, þú veist, og þetta heitir Ice Guys og þú veist, við erum eitthvað að dansa svona eitthvað, þú veist, það mér fannst alveg mikilvægt að kæmi fram í Þýskalandi að þetta væri smá grín, sko, ég stundum tekin alvarlega, believe it or not. Sumstaðar Sumstaðar. í Þýskalandi bara. Já. Mun einhvern að koma nýr meðlumur í hópin? Nei. Það held ég ekki. 5 bara flott. Já. Alla einni hendi og einhverju tindur og Einhverju tindur. Er þetta bara ég var með síman inni? Já. Hver myndi lifa lengst á Eyðeyju? Á okkur? Já. Ég held að segja Frikki. Já. Ég veit ekki okkur. Ég held bara einhvern veginn að hann myndi pluma sig vel. Já. Hann reyndar, hann borðar mest á okkur. Hann hefði það ekki eitthvað gott sjátt. Sem myndi bara enda að borða ykkur. Já, væri við allir saman. Já. Ok, svoleiðis. Ekki einn í einu og svo bara tekin tími. Jú, kannski. Hann er dauður. Ég hugsaði bara allir saman. Ég líka, bara þið væri allir saman. Nei, ég hugsaði Frikki bara þannig svona sniður. Já, það. En hann verður svo svangur. Ég sé hennar á það, sko. Þá kannski ferður lengri leiði til þess að ná í mat, skilur. Já. Ferða veiða og... Átni myndi ekki meika einn dag annars, sko. Það er ekki hamborgar á Eyði, sko. Það er ekki burger, ekki PlayStation. Ég veit ekki. Já, ekki net. Það er svo ógeðslega fyndið að dansa einhverjum. Þurfið þið ekki burgers eða PlayStation? Nei, ég hef aldrei verið í PlayStation. Ég er ekki þar, sko. Ok. Hvað myndir þið þurfa á? Já, hvað myndir þið þurfa? Ég myndi taka með mér belju, vassfilter og, þú veist, ég myndi náttúrulega taka með mér bara bát og bensín og mótor. Já, fyrir utan svona... Eða bara flugvél. Bara til þess að vera á eyjunni. Já. Flugvél og flugmann. Já, og bara letsa á... Og bensín. Já, og bensín, já. Nei, fyrir utan svona það. Það er svo umhverfisvænt. Já, rétt. Og hlæðslu það ekki. Já, hlæðslu. Ég myndi taka með mér belju, vassfilter og grill. Rauðinsbelju þá. Vá. Nei, bara til að hafa kjöt. Já. Nautakjöt. Það er geðveikt að taka eina rauðinsbelju. Ég er ready. Taka 3 rauðinsbeljur. Good have a good time. Já, þetta er þetta geggja að taka með þessu belju. Já, kú. Já. Þú veist, bara það, bara kú. Svo myndi ég taka spjót. Já. Veða með fisk. Getur smíðað spjót. En akkur ekki bara net? Kanntu ekki að smíða spjót? Shit. Ég kann ekki að smíða spjót. Það er ekki stál. Ég myndi taka með nýf. Stein. Já. Einmitt, já. Ytta stein, skilur. Shit, ég myndi ekki lifa af á eyju. Ég myndi taka með mér. Ég myndi taka með mér kú. Ég myndi taka með mér... Vikt. Ég myndi taka með mér matarvikt. Nei, ég myndi taka með mér... Áskristun og My Fitness Pal. Já, shit, hvað það var í gott maður. Ripped á Eyðeyju. Ég væri með... Maður er örugglega helviti ripped á Eyðeyju. Ég er bara eins og keinsóin fiskur, sko. Þú veist, já, ég tæki bara kú, ég tæki bara many gallons of water. Já. Ég myndi taka með mig filter, skilur, ég myndi að fara í sjóin. Já, það er enda gott. Já, svo tæki ég með mér eitthvað geggja spjót. Geggja spjót. Nice. Stál. Þú með eitthvað drauma spjót? Já, global spjót. Já. Strákar, trúið þið á drauga? Nei. Ekki á drauga, en ég trúi á eitthvað. Ég veit ekki hvað ég meina, ég trúi að það sé eitthvað þarna, en þú veist, draugar, en þú veist, svona skrýtnir hluti geta gerst, skilur. Já, svona eitthvað paranormal. Eitthvað aðra, já, eitthvað paranormal, já. Ok. Þá
Þá trúir ég Paranormal activity, já, en þú veist, með draugur hljóma svo mikið draugur er bara íslenska orðið eitthvað Ghost hljóma líka alveg smá svona já, en við erum svona að tala svona paranormal spirits spirits Þú trúir það? Já, ég held að trúa það sko. En þú veist, ég teka fram, ég trúi ekki á drauga þessin draug Ég trú á Guð Já Föður hann ekki smá draugur? Skapar heims og jarðar Pínu Jesú er draugur, eða þú veist Já, meinar Já. Hann ekki svona meira andi Spirits já Já I believe in spirits En álfa? Nei, Guð góður Nei Það elskar álfa Ég elskar En þeir trúir á ekki, álfa? þú veist, trúur á þá, skilur Nei, við tókum einhvern þáttum þetta já, þú veist maður heyrt svo mikið eitthvað svona hellu dóti eitthvað steinar í Hafnarfirði sem er ekki hægt að færa og eitthvað svona það þurfa álfar inn í þeim Ég trúi En ef þið prófað bara að fara með gröfu og Mér þá bila þær Gröfun? Já, hafa ekki, það er eitthvað svo steinn En ef þið prófað að fara bara með gröfu sem er nýleg Já, þetta er bara, it's a thing bara, já, þetta er bara Nei, líka fullt af bara hættu. venduðu grjóti og þetta álfum já, og eitthvað svona. já Í alveg Bara litli kallar, álvar hann Já, bara eitthvað inn í Vísindingarnir trúa steinum, með já. þetta mjög hart wow. Það var eitthvað fólk hérna í Kópavogi sem var að byggja sér hús eitthvað og þau voru búin að vera að brjóta upp grjótið og eitthvað svona og það var bara alla vélar bilið, bara saman hversu nýjar það voru eitthvað. Það var bara farið með brauð og sultu fyrir utan steinin, svo hvarf það næsta dag og svo virkaði alla vélar. Hættu þessu Ég veit, þetta er rosa. Já, ég dyrka samt svona dót sko. Já, ég líka. Þetta hefur bara verið, þú veist, Pétur Jóhann Ég er eitthvað samt- fokki Já, inn í steininum bara. Nýst Pétur Jóhann Þetta er besta rugg sem ég heilt sko. Ok, vá, það er svo mikið af spurningum hérna, en þetta er allt mjög svona svipað, en það er hérna, hver er með mestu stjörnustælana? Þetta er svo Það er svo ógislega humbulgæðar Þetta er svo humble, sko Define stjörnustælar Hvað hugsið þið? Sko, það er væntanlega slæmt orð, skilur þú veist, stælar Já, kannski. Já, Þú veist, já Já, það getur mér alveg finnst verið það vera smá sko. Nei, stjörnustælar hljómar svo mikið sem að sé eitthvað svona já eitthvað fucking Það góð þarf með ekki sig vera, ef það er eitthvað svona hver er mest bara Já. það er svona, hver er svona með hintaði bara skilur Það getur líka bara verið, þú veist, hver lappin að herbyggja og á það bara Já. Ertu að meina bara presence? Já, þú veist, það er eiginlega gott En bara, já, einmitt Ertu að meina lappin í herbyggju og bara, þú veist Já. já, þú kannski þú ekki að segja eitthvað við hann því hann myndi Já, nei, það mér er finnst ekki að bara vera neitt- fílustjórn Já, einmitt Já, ég bara kom eitthvað, sko, einu sem mitt eftir hug er bara að vera með sólglirur inni, kannski smá stjórnstæðar já, Já, vá, bara ég á skil pá. hvað við vera bara alltaf Ég er oft með svolgjur Já, Já, ég það er vera mjög bara- oft með sólgleru inni Já, En þú að veist, þið ég held kannski að reyna að fela ykkur eða ég heldur bara Bara, þú veist, með það Nei, nett mér finnst bara- Mér finnst það þægilegt já, Já. Er það stjórnustælar? það er svona kannski Nei Það er hægt að, ég skil er ekki, hvað En ég er skil- ekki bara já. tólestafólk sem gerir Já, þú veist, þetta er svona smá tónlistar, skilur Já, það var já, já. pín skrítið, við færum okkur svona sponsfund, skilur bara fyrir hlaðvarp og okkur, við Það sætum væri okkur svo bara eitthvað. fucking nett samt, sko Þú þarft ekki að vera með tyggjó líka, skilur eitthvað alltaf Ég feika bara- tyggja Já, þetta var alltaf gott feik tyggja já. En jú, ég fíla það, ef við erum að tala um svona stjörnustæla, þá er það bara gaman, skilur Já, já, já. það var alveg að gera gaman að einhverju stælum sko. Já, Já, þá er bara töff þið eru bara allir með stjórnstæðar Já, kannski. Já, nema Ég- kannski Bryggju og John ég ætla ekki að ljúga eitthvað, það fer stundum í mig, þú veist, ef einhver er ekki við undibúinn, skilur einhver mætir í tökur og þú veist, kann ekki línunar að maður þarf að fara aftur og aftur og aftur og aftur í töku, að því að, þú veist, en það hefur reyndar ekki gerst hjá okkur strákunum. Ég elska þegar fólk mætir undirbúið í bara allt. Og mislíkar það kannski þegar fólk gerir eitthvað svona með hálfum hug, skilur við. Já, já, já. En að því sögðu held ég að þetta Ice Guys concept sé alltaf bara 100% út í gegn, sko. já Þannig að- besta Það er og bara best. geggjað Já. samt, já Einmitt. Mhm. Það er gott, þetta er bara engin með stjörnustæla. eða allir Eða Þarf ekki allir, að já, vekja. eða það er það. ekki vikið að þið veit ekki hvað það er Nei, sjá það kannski. Það er bara sumt sem kemur svo ógeðslega illa út á svona litlu landi. Þú veist, ef þú ert eitthvað með stjörnustæla á Íslandi þá ertu bara
Það alveg small dick energy. Alveg, Getur verið, ef það er svona stæla, Já, þú veist, það er akkurat, leiðindi, stjörnustæla sem að þú ert eitthvað svona hvart að hella þessu í glasi mitt, eitthvað að drekka þetta, það væri leiðilegt. En stjörnustæla mitt getur líka verið bara sólglöðun inni og eitthvað Já, því að fólk bara fólk er líka bara svona dónalegt þó það sé ekki stjarna, skilur. Já, 100%. Bara dónalegt þjónustufólk og Það komum við aftur að punktunum sem ég sagði á hann, skilur. Bara Aron, Árni, Jón og Frikki, þetta eru 4 af ástsælustu tónlistarmönnum Íslands, bara geggjaðir. Og það er ógeðslega gaman fyrir mig að vinna með þeim, þú veist, bara þegar við erum í stúdíón og svona, ég er stundum bara á nokkuð svona fan moments bara. En eina stærsta ástæðan fyrir að þeir eru búin að ná svona langt er bara því þeir eru alltaf ógeðslega næs við alla og það vilja allir vinna með þeim af því þeir gera þetta svo vel og eru bara fárlega næs, þú veist, öllu gríni sleppt, þetta hljómar er svo klísja, en þetta er bara þannig að, þú veist, þetta eru bara fáránlega næs gæjar og ógeðslega likeable og já, þannig að það er bara, þú veist, stjörnustælar er eitthvað sem á ekki heima í hæska, sko, held ég. Nei. Þetta er mjög krúttlegt. Já, þetta er mjög sætt, já, þetta er dóló, sko. Krúttlegt. Þeir eru vantilega með eitthvað svo group chat eða ekki, sem við talið saman. Jú, nokkur. Hvaða miðil notið þið? Miðil? Já, þú veist, eru þið með WhatsApp, hvað er það að nota til að tala saman? Við erum á WhatsAppinu mest. Já, það? Já. Ég nota bara WhatsApp, sko. Já. WhatsApp er snillt. Já, ég er ekki eins og með notifications á þegar það kemur þarna SMS eða Facebook, ég er aldrei á Facebook, sko. Já. Hvað notið þið? Við SMS-um staðalega. SMS, bara iMessage svona. Það er það mest, sko. Já, ég held að ég sé, Ice Guys WhatsApp, annars öruglega SMS, sko. En það var Instagram grúppa búin til fyrst, þegar ekki? Jú, það ekki. Jú. Eru grúppchat til án ykkura? Þú veist, eins og ég sagði að þetta væri til grúppchat ekki Frikki. Já, einmitt. Já, allir nema Frikki. Já. Það eiga allir. Þið 5 mismunandi, alltaf einhver eitt sem að... Þú veist, þetta eiga allir vinnhópur svona ákveðum, þetta ekki skýra, ekki byrta, ekki svona, en þú veist, svo kannski er ég fór út að borða með 3 hinum vinkonum mínum, en hún kemst ekki, þá til grúppchat, eða við erum að fara... Já, ég skil. Þú veist... Já, mér langs að finna þetta vídeo sem Jón sendi. Þetta var eiginlega íkon að sjá það. Já. Já, fyrsta. Bara the original. Já, einmitt. Nei, þetta. Svo var ég látin sko spila helvitis rúllettu á gítar í... Iconic. Nei, er þetta Þýskalandi? Þetta er svona acoustic version. Þetta er ekki. Það er geðvikt. Já, það var gaman að finna þetta vídeo. Já, þið þurfa að finna. Þetta var ekki Ice Guys spjallinn á það. Nei. Senda hann á einhver individual. Nei, ég held ekki. Þið þurfa að finna þetta. Þetta er alveg iconic myndband til þess að eiga. Þetta er það, sko. Það ættu eiginlega að byrja tónleikana á því að spila þetta myndband. Vá. Er þetta grínast? Geðvik hugmynd, sko. Já. Hei, strákar, það tekur commission fyrir þessu hugmynda. Já. Ég gerði þetta með NDA mitt þegar þetta undir borðinu. Nei, en ég held við séum, hvað gætum í alvörunni spjallað þetta í svona 30 viðbót. Erum við búin að tala í 2 klukkutíma? Já. Í alvörunni? Já. Shit, ég bara... En manni líður ekki, nema bara því það er heitt, en manni líður ekki sem að sé búin að vera spjallað. Þú eru búin að vera með 2 tíma. Já. Er þetta partur af jakkanum? Nei, þetta er bara svona viðbót. Taska? Nei, þetta er bara feldur. Hangir þetta utan? Þetta er svona krægi. Krægi, getur haft hann svona eða svona. Ok, feld, verkstæði. Geðvikt. Þannig, já. En þetta er mjög, I'm warm, já. Þú ert ekki með svona feld? Já, svona sko. Ég kaus að koma ekki með hann í hittan. Já, ég sé alveg spátt þessu. Jólapeysu sko, alveg föðin hitna sko. Já, það er heitt hérna inni. En þið eru svona Ice Guys. Við erum Ice Guys. Við erum Ice Guys. Ok. En við segjum bara takk fyrir kominu, strákar. Það var óslega gaman að fá ykkur. Kærlega fyrir okkur, ekkert smá gaman. Kannski síðasta spurningin svona. Hvað ætlum að spyrja? Hvernig komist það niðurstu að hverju myndu mæta? Hingað í tilboði. Árni sagði okkur að þú verður að fara í tilboðið. Já, hann valdi. Hann er Kristjáner. Hann er Kristjáner. Hann er Chrissy Jenner. Chrissy. En hann er ógeðslega mikilvægur hlekkur í þessari keðju sko. Hann er algjör dúer sko. Það er bara eins og Kardashians, það væri hvergi án Kristjáner. Ég meina þeir voru bara jáherra. Jáherra. 100% bara a man of action. Við verðum bara guys á Árna sko. Ice Guys. Við erum Ice Guys með Árna. Ég elska þetta. Takk Árni fyrir að senda á. Það var mjög gaman. Já.
Er ég að horfa í þessa? Já. Ég megi bara kveðja. Takk hérlega fyrir okkur. Takk hérlega fyrir okkur. Við sjáumst í Laugardalshöll 13. og 14. desember. Let's go, baby. Þættirnir á símanum og miðar á Tix. Og sokkarnir hans frikka. Sokkarnir hans frikka í búðinni. Muniði, fyrir hann. Seljum upp þessa sokka. Jólagjöfni á frikka sokkarnir.